skiljum, maður satt og reykti kannabis og dreymdi hvað maður ætlaði að gera merkilega hluti í lífinu, hvað maður ætlaði að vera góður fótboltamaður eða hvað maður ætlaði að vera góður tónlistamaður eða hvað maður ætlaði að gera skemmtilegt í lífinu. Og það var eins og maður beið alltaf eftir því að einhver myndi banka upp á dyrnar og segja búm, 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 herðu, við vorum bara að spotta því hérna núna, þú ert að fara að meika, þú ert að núna að fara að koma, sko, nú ert bara að fara að koma til þín. Eins og ættir eitthvað inni bara. Já, bara eins og ættir bara eitthvað inni. En það virkar ekki þannig, þú voru að fara út sjálfur og gera hlutina, sko. Og ég, sko, satt sér lýsingu, sko, mér dreymdi að vera atvinnumæður í fótbolta eða frábært tónlistamæður. Ég var algjörlega taktlaust með öllu og síðan bara ég bara hálfspastískur í hreyfingum, sko. Þannig að þú veist, það var ekki að fara að gerast. Ég er samt búin að þjálfa fótbolta, ég hef stilt kalla ókana. Ég er búin að umba bara, sko, stæðstu poppara þessar lands og ég hef átt mitt eigið útgáfufyrirtæki og búin að gera alls konar hluti, sko. Þannig að ferðalagið og draumarnir, þú veist, þeir fóru ekki kannski þangað sem ég vildi þeir færi, en þeir fóru samt á mjög skemmtilega stað. Bransakallinn og fyrrverandi Harmageddon meðstjórnandinn Máni Pétursson. Það ekki hægt að leika tveimur skjöldum jafn harkalega og að vera samfélagsrýnir í Harmageddon og vera á sama tíma markþjálfi. En þetta eru þeir tveir persónuleikar sem Mána tókst að tvinna saman í einn og sama líkama. Við fórum í ræturnar, hvernig Máni og Frosti kynnast og hvernig þeir náðu saman eftir neyslutímabil í edrúmennskunni. Við tölum harkið í Harmageddon, gagnrýnina sem þeir gáfu af sér og fengu á sig, hvernig þeir eru að rífa kjaft í hruninu en vera svo fjármagnaðir af útrásavíkingum, neyslan, áfengið, kvíða lifin, hvernig drullið við Frikka Dór endaði með því að Máni gerist umboðsmaðurinn hans, hvernig mamma Frikka krafðist þess að Máni umbaði Jón líka, hvernig það er að stjórna útvarpsþætti í þunglindiskasti og af hverju það bankar enginn upp á og býður manni að meika. Við ræðum basically allt. Það er bara, þetta er bara gott spjall. Hætti að biðja mig að segja ykkur hvað megi búast við að heyra og hlusti bara í gegn. Þið munið njóta þess. Munið njóta þess jafnvel og heimsbyggðin nýtur íslenska fisksins. Hræðilegt segvei yfir í auglýsingarnar en ég tók þetta skref og ég stend með því. Það er Sætoppur sem flytja stolt út íslenskan ferskan fisk sem skila sér til kúnna út allan heim. Sætoppur, þar sem fiskurinn, flutningur og gæðin er í hæsta flokki. Nú styttist í hátíðarnar. Kíkið inn á aha.is, ekki bara fyrir heimsendingu frá yfir 100 veitingastöðum á höfuðborgarsvæðinu, heldur fyrir gjafabréf í frumlegar upplifanir og afþreyingu. Meira að segja gistingu. Það er einfalt að græja 1 til 8 jólagjafir á aha.is og það besta er að þarna dett inn öll bestu tilboðin. Beint inn á aha.is með þig. Eirberg er endar líka alvöru jólagjafa bæli. Það þarf ekki að spyrja þig hvað þú ert að gera við lífið þitt. Eirberg á eitthvað fyrir hinn víðfræga heilbrigða lífstíl. Nuddbyssurnar frá Theragun, litlu handhægu Theragun Mini og stóru kraftmiklu Theragun Pro. Teka fram að báðar byssur eru mjög hljóðlótar. Margar af þessum byssum eru það nefnilega ekki. Nuddboltar, nuddrúlur, rakatæki, dagljósalampar, fatnaður, undirlög, skóbúnaður, Risaverslun, Eirberg á Stórhöða 25 eða eirberg.is. Ég ætla svo sem ekki að stinga upp á því sem jólagjöf en ef þið vantar rafgemi þá ferðan hjá Kemi, Tunguháls 10 eða á kemi.is. Kemi er með úrvalið og Boss tryggir gæðin. Ég mæli svo með Ultractive magnesiumtöflunum sem innihalda þrefalt hærri skammt af magnesium en sambarilega vöru á markaðnum en sérstök hönnun Ultractive gerir það verkum að töflunar leysast upp 10 sinnum hraðar. Góð leysni, gott frásóg, aukin orka, minni vöðvaþreyta, betri svefn og engin hæðalosandi áhrif. Blessunlega. Ultractive magnesium fæst í næsta apóteki. Svo eru það ólífubændurnir Ása Reyins og Emil Hallfriðs sem eru ávallt með nýpressaða, hágæða uppskeru af ólífólíu, tappað á flösku og handsetta í búðarhillunar hérlendis. Þetta er svo vönduð gæðavara og ekki skemmi fyrir hvað hann er góð fyrir líkamann. Og góð á bragðið. Gleymum því ekki. Og Lífa verður svo með fallega og Lífa gjafapoka í verslunum jólin og mun andvirði þeirra renna til votlendissjóðs. Fallegt, bragðgott og hollt. Þorkell Máni Pétursson, gjörið þið svo vel. Byrjum þetta að vita bara á þessu, ég ætla að... Herri, Máni, velkomin, ræsumynda. Já. Mér líður eins og bara þegar ég sé þig hérna kom heyrnartólinu fyrir fram mikrofónun eins og þú sért bara að fara að drulla yfir mig. Það er einhvern veginn svona stemmingin sem ég fæ frá Harmageddon Mána. Já, sko, það er margir sem er á því. Það var oft þannig að fólk var svona hrætt við að koma í viðtöl til okkar og því að var alveg vissum að við værum að fara að drulla yfir það, sko. Já, það. En það var ekkert, við upplöðum ekki að við værum að drulla yfir fólk, en við vorum aldrei beint að gera það. Við vorum náttúrulega meira bara að spurja gagnrýnda spurninga. Já. Og við vorum alveg lausi við það að vera einhverjir meðvirkir í því, sko. Það er oft þannig að menn taka viðtöl við einhvern og þú voru ekki að spurja spurningar út í þeim fyrstu óþægilegar. Já.
en við höfum meðlega ekki trú á því Einmitt. og fannst bara ef okkur langaði að vita eitthvað þá bara spurðum við að því sko. Og rættum bara við alla og þú veist og ef við sáum eitthvað lið sem var skrítið og förðulegt þá vorum við ennþá spenntari fyrir að ræða við það fólk sko. Ef það voru svona sérstakki karakterir Já. Og síðan núna sko, þetta voru 14 ár af Harmageddon og sem núna líðendur lok og hann allir að spyrja hvað kemur til og allt þetta en ég tók eftir einu með upphafið af þessu. Þú sagðir einhvern tímann í gömlu viðtali þegar Harmageddon var komin og alveg vel á stað búið að vera í gangi 1-2 árið eitthvað. Þú sagðir að þetta er ekki ykkar ævistarf og þú vissir að einhvern tíma myndi þetta enda og þú veist það var bara fínt en þið langaði ekki að hætta að vinna með Frosta. Nei. Hvað getur þú aðeins sagt mig bara frá þér og Frosta? Sko við erum búin að vera vinir í 30 árum. Já, þeir eru bara æskuvinir. Já, við erum bara úr Garðabænum, stórum og miklu vinahóp. Það er alltaf ótrúlega við þetta allt saman að þið séu Garðbæingar. Við erum báði Garðbæingar og við vorum hann í mjög vildum og skemmtilegum hóp sem samastóða 76, 77 og 78 árgang og jafnvel aðeins neðar í það sko og vorum mikið að jamma og djúsa og hafa gaman lífinu og hlusta á góða músík og svona og síðan náttúrulega sko fer ég í meðferð 20 og það er oft svona og þá breytist svona oft sko svona alls konar hlutir einhvern veginn, svona goggunarröð vina breytist svolítið mikið ofta á þeim tíma og einhvern veginn upp úr því verðum við Frosti sko voða mikli vinnir, við höfum náttúrulega sameiginlegt áhugamál sem er tónlistin og annað og þegar ég byrjaði með útastáttin Babylon sem var svona þungarokksstáttur þá var ég allt í einu komin í þá stöðu að spila þungarokk sem ég var ekki sérstaklega hrifinn af og ég náttúrulega var að fá plöturnar lánaða frá Frosta sko á sínum tíma og síðan var maður alltaf að fylgjast með tónlistaferlinum hans og svona og við einhvern veginn bara náðum vel saman. En af hverju verðið þið svona miklu vinir eftir meðferð hjá þér? Það er bara ekki, ég veit ekki af hverju það verður sko, við erum góði vinir alveg fram að því en síðan einhvern veginn bara þegar ég verði edrú þá var einhvern veginn svona eins og tengslin okkar verða dýpri, kannski líka bara út af sko að Frosti þráttur að margir haldi eitthvað annað, þá var hann mjög andlega þroskaður maður, hann er það og hann er ótrúlega góður vinur og mikill vinur vina sína, sko alveg ótrúlega mikill og það er bara svona kannski næringin og því ég hef einhvern veginn sko það dæmið að maður er alltaf að vera í kringum fólk sem næri mann, frekar en fólk sem tæri mann þetta er nú kenning sem ég fekk frá Össuri Hafþórssoni vinni mín og það var einhvern veginn þannig kannski bara svona með marga sko og við getum alveg sagt að Frostlega við svona einhverju leiti verið neyslufélagi minn eins og við notum svona, þetta er svona mikið meðferðorð. Er hann edrú líka? Hann er edrú líka. Já, ok. Svo ég segi það bara það er bara allir að segja það, hann notar ekki neitt og bara góður á því og við skal segja, og það er einhvern veginn svona bara næringi sem kom í kringum hann svona bara andleg kannski, var skemmtileg við fórum þá að vinna sko mínus saman líka, þegar ég ákveði að hætta einhver svona sölumarstjópi í útvarpinu, ég reddaði honum náttúrulega þessu útvarpstjópi á X-in á sínu tíma og síðan förum við að vinna mínus saman og við munum alltaf halda áfram að vinna saman sko. Ég er náttúrulega á barn sem heitir Frosti og hann á nú dreng sem heitir Máni þannig að sko vináttu okkar þótt að Harmageddon sé einhver leiti komin út í lok og með vináttu okkar ekkert breytist og planið var náttúrulega alltaf hjá okkur uppræðilega þegar við hættum með þáttinn og hættum í þessu daily jobbi að vera með þátti, þetta er mjög erfitt þú getur rétt ímyndaðist når þú væri hérna hverjum einasta degi að taka viðtöl þetta er bara líjandi og þetta maður er alltaf að setja einhvern hluta sjálfum sér út og ég þarf að finna einhvern viðmald ég þarf að gera þetta og þetta er allt saman einhvern veginn og pluss það líka við vorum með útastátt þess að þú þurftir alltaf að hafa skoðanir og öllu og við vissum að það stóð á Twitter ef við erum hálfvitara þá þetta verið góður útastátt þetta var svona skrítið bara hræri í bátinu en planið okkar var alltaf sko upprunnilega það var sko að við myndum hætta með Harmageddon og Frosti myndi bara finna sér eitthvað hann er náttúrulega hámenntaður, miklu menntaður en ég með sko masterspróf í blaðamennsku og BA í stjórnmálafræði og ég veit ekki hvað BS heitir það að hann myndi bara fara í eitthvað svona venlulegt jobb og ég eitthvað annað og fara bara í músíkbransan eða hvað sem ég langaði að gera og síðan myndum við alltaf halda út í Harmageddon einu sinni í viku sem við myndum bara hittast vinirnir og það verið alveg sama hvar í heiminum við værum þá gætum við alltaf haldið út í þætti sko í 2 tíma á viku eða hvað sem er, þar sem við varum bara 2 að spjalla saman sko. Þetta er bara auðvitað blöðkonceptið hann bara byrjaði, hann tekur daglega FM 95 blöð á hverjum einasta degi hvað ég veit ekki, frá 4 til 6 eða eitthvað en nær síðan að fullkomna þetta koncept eins og þú ætlaðir að gera með að vera með vikulegan þátt og þú veist, og það sem málið sko, þú veist, ef við getum gert þetta sko, við myndum, sko, planið var að gera þetta og ég er alveg ennþá planið, sko, þú veist, við munum halda áfram í einhverju magni, einhverju leiti að gera einhverju vitleysu og rífa einhvern kjaft og hafa gaman að lífinu og því okkur finnst það bara, þú veist, það er skrítið vináttan hættir ekkit og þessi þáttur náttúrulega var miklu meira byggður upp á vináttu
heldur hún sér þáttu að byggður upp á einhverju öðru sko. Ég man alveg eftir að hafa hlustað á þetta og þú veist, ég meina, ég er náttúrulega að byrja bara að hlusta þegar maður fær bílpróf sko, sem er nú reyndar alveg áratugur síðan en þú veist, ég bara svona vissin og nokkurn veginn hvað þetta Harmageddon var sko, eitthvað svona, já, þetta er svolítið stjórnmálulegt eitthvað, jú, kannski cool að hlusta á þetta eitthvað tímann og ég held alltaf að þið væri bara, ég hugsaði, það er bara frekar óþægileg stemmingan, þáttasöfnir er ekki vinir, þú veist, þeir eru eitthvað pirraður út í hvern annan og þið voru eitthvað svona að kýtast þarna, þú veist, eitthvað, já, ég veit alveg að þú ert ekkert sammála því og bla 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 bla, en ég átti að finna því meira sem ég hlustar á, þetta var bara svona vinalegt sko. Já, sko, máli þetta er mjög skemmtilegt að þú segir þetta, því að þú veist, það hefur gengið á ýmsi sem þætti, við fórum náttúrulega einu sinni saman í svona parameðferð sko, já, við gerum það sko, þú veist þess að við vorum bara að vinna á okkar málum, skiljum við bara svona deilum og reyfrildu og annað, því að við erum mjög ólíkir þó við séum mjög svona tengdir og þegar við rífust til dæmis í loftinu, þú veist, þú nefnaði þetta og það var skemmtilegt, þá vorum við í alvöruna að rífast í loftinu og þetta var ekkit, sko, ef þú ert með 2 þáttastjórnir sem er ekkit sérstaklega vinnir, þú veist, þá fer bara annar í fílu og þetta verður bara þannig eða einhvern veginn að svona menn leiða umræðuna og hún fer bara í eitthvað bla bla, en við bara rífust í alvörni og það hefur alveg komið margótt og vinnumfélag okkur getur stafstæða þegar við rífumst til dæmis við Frosti, sem hefur nú ekki gerst núna lengi að þá er það mjög óþægilegt fyrir fólk og þegar, þú veist, þegar við rífust þá bara rífust við bara eins og hjón sko. Þú veist, það er bara alvöru fucking rifrildi og þá er kannski búið að vera hlaðust upp einhver spenna í einhver tíma sko, og síðan endra bara svona einhverju kási og ég man einu sinni þegar erlendur umbóðsmaður mínus var einhvern veginn og við lendum í hörskur rifrildin í einhverju bíl sko, ég og Frosti og síðan var það bara búið, skiljum við, það var bara búið, bara umræðan búin og þá bara heyrst í honum I will never understand Icelandic people sko. Þú veist, hann bara skildi ekki hvernig þetta bara hægt á, hvað við bara hnakkrifist síðan það bara búið. Og þannig hefur alltaf verið, við höfum alltaf ekki að leysa öll mál, en við erum ekki endilega alltaf sammála allt. Og veist ekki það sem hann segir í loftið, að ég segir í loftið hvernig teik við erum með á hlutina. Sko. Við sjáum ekkert hlutin endilega sko, eins, en við svona, þú veist, erum á þessu í þessu að sömu forsendum. Og þessi tengir okkur er náttúrulega bara svona ótrúlegur sko kærleikur og vinandar sko. Þú veist, það eru fáið menn sem þykir bæntum, þú veist, ég var ekki að nefna drengi með Frosti nema bara út af því að þú veist ég veit hvað mannan hefur að geyma. Þess vegna hjó ég eftir þessu líka mitt bara, já, ég veit ekki hvað verður en ég veit alltaf að mér langar að vinna með Frosta. Já, það verður, þú veist, það verður þannig sko, og þú veist, það verður þannig, þú veist, það verður alltaf bara eitthvað svona taug á milli okkar, þú veist, og einhverju leiti, þú veist, 14 ár, þú veist, hvað er starfsæfi löng? Já, það er spurningin. Sko, þú veist, þessi staðurinn málsins er að við unnum á X-inu í 20 eitthvað ár, ég og Frosti, þú veist, við vorum á því bara kveðja Harmageddon og líka kveðja X-in 977. Já, einmitt. Okkar starfið þar er bara lokið. Okkar starfið þar er bara lokið, þú veist, við erum aldrei að fara inn á X-in 977 aftur. Það er bara alveg vita, sko. Þar erum við búin að eyða, sko, ég byrja að vinna þar 96, 97 og Frosti 98 líklega. Og og þú veist, já, þannig að þú getur rétt í með þetta er sko meiri 20 ár, þetta er 23, 24, 25 ár. Og Harmageddon er að byrja þarna rétt eftir hrun, Já, við byrjum í raun og veru í hrunu og sko ég sá viðtalegt við Daily Show og þá sagði hann sko að hann hefði komið inn á hárréttu tíma og ég held að það hafi verið niðurstaðið með Harmageddon líka. Það er að segja að fólk var ógeðslega reitt í loftinu. Fólk var ótrúlega reitt og síðan voru við bara, kemur bara hrun, við byrjum með þáttinn í aprílrunur, síðan bara er okkur sagt bara kallað síðasti vinnudagur í október. Þá kallar Ágúst Héðinsson yfirmaður okkur á fund og segir okkur upp. Segir bara, herru, þið eru bara látum fara og bara sorry og hann bara miður sín sjálfur og við sáum bara hvað hún leði illa og við bara föðmuðum hann og löpum út og hann sagði bara, þú veist, og síðan komum við tilbaka og við hugsaum bara, hvað er að gera? Þú veist, það er ekki vinna, hvað er að gera? Og niðurstaðan okkar var svo að Frosti myndi bara fara í stjórnmálafræðinám, við myndum semja við fyrirtækið að við myndum bara fá verktakagreiðslur og við gerðum henni þátt á svo miklu skýta launum í einhverja 12 mánuði að við vorum að búa til þetta Harmageddon vörumerki sem við eigum líka, þú veist, við læsiserum það líka, sko, og höfum vitað því að læsisera vörumerkið okkar, þannig að var aldrei hægt að skipta því út og við bjöggum til henni út að státt sem var bara reiður og drullaði við stjórnmálamenn svo enginn, við völdum að sko hvað var að drullus okkur ársins og það var alveg stjórnmálamenn voru að rústa þeirri kosningu, þetta var nú ekki mjög fallegt þegar maður hugsa þetta tilbaka sko, hverju voru að fá þessi velun sko og svona rísa mynda mannaskít sem fólk fekk í velun sko og þetta var sko tekin úr listasýningu sem góðu kunningi okkar hafi gert sko og hann tekið sko búið í Þýskalandi og þá svo er svona pallur á klósettunum eða eitthvað sko það sem er raunur lorturinn endar sko og síðan hann styrtað niður sko og hann búin að taka svona myndir af því, þetta var mjög ógeðsfellt fólki, ég vona að sé enginn að borða þegar hann hlusta á þetta en sko hann eða sko og við komum eiginlega inn á harðu tíma og fengum alla þessa reiði með okkur einhvern veginn inn í loftið
og þetta var, og fólk var lengi vel sko, bara svona alvöru stjórnmálmenn, þeir voru lengi vel ekki tilbúinir að samþykkja þáttinn, voru bara algjörlega á mótunum sko. Ef ekki líka bara það svona punkturinn yfir yðið að þetta er einhverjum reyðu þáttur einhverjum og þið á algjörum lágmarkslaunum að gera það er örugglega bara bætt í að, og þú veist, það líka þá er svona einhvern veginn minna í húfi eða ekki? Jú, það er einhvern veginn minna í húfi þannig séð sko, það er svona gátum við leyft okkur ýmislegt sko, og þetta var, ég man að það kom upp svona alls konar mál og Jón Ásgeir átti náttúrulega fyrirtækið og síðan átti Ingibjörg það síðar, þetta var svona á þeim tíma og ég man sko að einhvern tímann hringdi einhver viðskiptavinur brjálaður og hótaði að hætta að auglýsa sko í þættinum okkar og og því að við töluðum svona og höfum sagt þetta fyrirtæki hans og svona dæmi og þá fekk hann vinsalegt símtal tilbaka sem var, hefur þú heyrt hvernig þið tala eigendur þessa fyrirtækis? Ætlar þú í alvörinu að fara að gera þetta? En ég ætla nú að taka það fram að eigendur þessa fyrirtækis sko á þeim tíma bæði Jón Ásgeir og Ingibjörg, þau reyndust okkur alveg gríðarlega vel sko og voru bara mjög góðir fjölmiðla eigendur og held okkur í loftinu allan tíma þrátt fyrir það á þessu tíma, það kom á svona tímabild svona einhver 5, 6, 7 ár þar sem þessi þáttur er bara mjög groddarlegur og mjög grimmur 5, 6, 7 ár? Já, bara það var sko, að þeir og endalausar kröfunum það sko að við erum regnir okkur eru cancelast, til dæmis ég held að við aldrei neitt fjölmiðla þáttur verið eins gerðar hans mikla tilraunir til að cancela einu fjölmiðla þætti og þessum þætti. Býtu, hvernig lýsir svona tilraun sér? Þú veist, ég menna, ferðu bara frá yfirmönnum bara eru þið verðið að hætta í loftinu? Nei, það er bara, þú veist, það er bara sko rignir inn skilabóð. Sett fyrirtæki, bara e-mailar, bara í einhverju 100 tali út, við segjum eitthvað eins og sögði Frosti að konur væri ekki til þess fallnar að vera þungarastrómuleikar og það var allt stjórnlað sko, bara ég var aldrei lent í öðru eins og ævi minni sko og það ringdi yfir bara 100 e-mailum með eitthvað álíka hann niður á fyrirtæki. Biskupsstofa var mikið í því að saka þáttunum málskóla, þeir kærðu okkur alveg sko gríðaloft og reyndu mikið að fá þáttinn og það var ringt inn kærur á þáttinn og eitthvað svona dótri og þau stóðu þetta allt saman af sér sko. Þegar það var verið að biðjum að losa bara, það var þið verið að taka hana þátt úr loftinu annars munum við gera þetta og þetta og alls konar, ég mun segja upp þessu og alls konar hótanir í gangi. Já. En þau stóðu þetta alltaf af sér. En hvernig er það að vera að sko rísa þarna upp úr hruninu með reiðina og þú veist, þið eru væntanlega gegn útrásarvíkingunum og útrásarvíkingarnir eiga fyrirtæki sem er að borga ykkur laun? Já, það var það sem var mjög skemmtilegt. Ég man það sko við vorum með trailer sem var í gangi sko, þú veist, og það var einhvern veginn sko það er ekki allir útrásarvíkingar drullusokkar. Jón Ásgeir Jóhannsson er til dæmis gullamanni og það vissi allir náttúrulega að hér var bara sko verið bara búið til eitthvað svona kaltæðnis. Þú veist, það var það sem máli var. En sé var nú alls konar hlutir sem við sjóðum í hruninu sko, og sögðum fólk sem voru bara ekki fallir skilum við, og við vorum mjög grimmir og ég bara get alveg sagt að ég lóti ekki, ég hef beðið sko þingmenn og ráðherra bara afsökunar á sem hlutu sem við sögðum hann í loftið og viðkomandi hefur sagt við mig sko, herrðu, þú þarft ekki að beða mig afsökunar, það töluðu allir svona sko, og þá kom þessi, sagði ég mér væri alveg sama sko, ég væri ekki að beðast afsökunar sko, náttúrulega út frá því að einhverju almennsaldi, ég var að biðjast afsökunar fyrir mig sem ég geri sko oft út í að þetta er raunur sko maður þarf að fyrirgefa sjálfu sér þegar maður gerir einhverja vitleysu, maður þarf ekki að fá eitthvað samþykki á einhverjum öðrum fyrir því að fá fyrirgefningu og mér finnst við höfum alltaf biðjast afsökunar allir þegar við höfum gengið á langt og við höfum fundið að sjálfur hjart okkar en síðan hefur fólki fundist að við höfum að biðjast afsökunar á okkur hlutum sem við höfum bara ekki fundist að við höfum að biðjast afsökunar á og þá höfum við ekki gert það. Og það hefur komið margítraka fyrir að þú veist að fólk hefur verið að krefjast eitthvað afsökunarbeðni og ekki fengið hana frá okkur og við erum bara nennin, ég á símtölu sem fólk við sjáðum með einhver væri annarkvæmt annarkvæmt væri hann sko óheiðarlegur eða heimskur einhver aðli og fengum símtölu það frá lögfræðingi að þetta kæri okkur fyrir þetta og lalala og við sögum bara við munum standa hvert einast árið í rétti sko. Og við komum til aðri þess að bara fara annarkvæmt í það að útskýra að hann væri ekki óheiðarlegur eða hann væri ekki heimskur svo kæru var ekki fyllt á eftir sko. Og síðan hefa alls konar hlutir að sem ég hef einu sinni kallað í einhvern hiski einhvern prest og ég stóð við það þú veist, og var ekki tilbúin að fara að biðjast afsökunar þeim orðum, þótt ég hefði komið hörð krafa það sko.
Og hvenær hefur þetta, var eitthvað moment þar sem að þú fórst bara, þú veist, það sem þið voru komið bara djúpt í skítin, bara að það var komið virkilega mikið undir, og það núna hljómar þetta eins og, þú veist, segir bara, ég kallaði eitthvað hiski og þú veist, og hann hótaði að kæra og sér bara var ekkert úr því, maður ekkert slagur þegar kemur einhver stefna á hendum þú veist, frá einhverju stofnun eða, þú veist, þetta ekkert basic þegar meðan þessi stendur, en kannski 5 ár aftur í tíman þá, já, þetta er meira rugli. Sko, við erum með besta lögfræðing á Íslandi. Ok, það kannski hjálpar. Þannig að það hjálpar. Sem fær nú oft mikla gagnrýni fyrir að taka af sér alls konar mál og menn gleyma því stundum að það fer nú að baki góður maður, hann Vilhjálmsson og við höfum aldrei neinar ágjur svona gæri mann sko það er að segja, við vissum alveg svona meðvita hvað við vorum að segja í loftið einhverju leiti og við vissum alveg þannig sé hvað myndi orsaka það að einhver myndi reyna virkilega. Það var mjög fyndið að biskupsstofa var reiðust yfir því á öllu svona sem við sögðum sko, það sem við vorum að hamra á einhverju trúleysi. Ég var að byrja nú að þátt sem mjög trúað maður og við vorum að taka díalóg og rífast það sko og það var og það var meira gert svona oft í gríni heldur en einhverju öðru sko. En síðan það sem gerði biskupsstofu hvað reiðast að manni var að þegar við gerðum sko ekki fermingaleikur Harmageddon sem gekk segast upp á það að þú getur unnið iPhone, bíómiða, stereogræður, ef þú bara fermið þig ekki og þá var það allt bara vitlaust sko. Það var allt vitlaust út af því það var ótrúlegast af öllu sko. Hvetja fólk til þess að ferma sig ekki? Já, það var svona, þeir tóku svona þú veist, þeir eru viðkvæmi fyrir því skiljum mig. En svo sé ekki akkurat öfugt farið með að segja að þú fermið og færðu iPhone og vinir fóreldrarna að mæta með peningasælana og allt saman sko. En þeim fannst það, var eins og þeim fundist sko, þarna hefði verið að hitta á það sko. Við gerðum nokkur svona grín og síðan tókum við marga sko, þú veist við létum Bjarna prest líta mjög illa út í einu viðtali og við gerðum það sko og Bjarni var mjög reiður út í okkur út af því sko og mér leið alveg illa yfir hvað hann var reiður yfir því, það er góðu maður og við sko, svo sem bara finnst hann góðu maður og ég tek það alveg fram sko og en það var kannski þannig að við vorum aldrei með eitthvað svona pæla í því hvernig viðmælandi okkar leit út og okkur var einhvern veginn aldrei ég man að Ögmundur Jónasson hinn mikli topp maður og hann sagði við okkur þegar var að koma í viðtal og hann sagði sko þá var hann aldrei stressaður að koma í viðtal Ögmundur, þetta bara hefði verið góð maður sko, sagði bara það sem honum fyndist og tók bara afleiðingu þess, en hann sagði sko þið eru erfiðasta hlutverkinu ég man alltaf þegar hann sagði þetta þetta er gamall náttúrulega fjölmenna maður hann Ögmundur og þá segi ég hap og Rón, akkur við í erfiðasta hlutverkinu og þá segi hann, þú ert að fara að svara spurningu og hann segi hann, já sko en þið þurfum náttúrulega bæði að passa að þið lítið vel út og að viðmælandi ykkar lítið vel út og ég og Frosti honum bara á hvernig hann að viðmælandi okkar lítið vel út hvenær skiptir það máli sko og við höfum aldrei spáð í því sko en þetta var svona svolítið grottarleg fjölmskap og ég sko Frosti keyrði þáttinn meira áfram. Það skal alveg bara segjast alveg svo sko. Þú veist að áhugi minn á þættinu var kannski löngu farin, áhugi Frosta var svona kannski farin, hann bara að einhverju leiti og kannski svona í þessum þingri viðtölum eða stærri viðtölum. Já og Frosti líka bara svo góður fjölmiðlar, hann getur bara sett sín í öll mál og hann sýnir það bara þegar hann fyrir sjónvarpið, hann fyrir á bylgjuna eða hvað sem hann er bara svo ótrúlega fær í sínu hlutverki og hann líka bara með ástrið fyrir að vera fjölmiðlamaður. Þú veist ég er ekki með það, þú veist ég er einhvern veginn ekkit sko með einhver sérstaklega sko metnaði að vera geggjað fjölmiðlamaður en hann hefur ótrúlega mikið svona, og þetta er starf sem þú þarft að vinna ef þú ætlar að vera góður blaðamaður eins og Frosti þá þarft að vera með ástriðu fyrir því og því að þú ert ekki að fara að gera þetta á launum þetta er bara svo góði kennarar góði kennarar eru góði kennarar út í þeir hafa ástriðu fyrir jobbinu þeir eru aldrei að fá sko eru aldrei að fara að fá eins mikið borgað og þeir eiga skilið það er nú bara málið og þannig er eins með fjölmiðlamenn Frosti hefur þetta miklu frekar en ég. Einn aðili sem að þið hjóluðu svolítið hressilega í og það var svolítið fyndin svona atburðarás í kjölfarið er Friðrik Dór. Þú þekkir hann aðeins á öðrum försundum í dag heldur en þegar þú varst að tilnefna til hvort var vondu eða ljótulega keppnin. Sko, en hann fær giltu ruslafötuna þegar ekki árið 2005 frá ykkur. Hann hlaut hana. Ég man ekki hvernig þetta var með giltu ruslafötuna en sko hann þetta var þannig að ég hitti Friðrik Dór þegar ég hitti Pál Óskar á leiðin til Vestmannaeyja og Frikki Dór fyrir að heilsa Palla og þeir fara að tala saman Frikki bara búin að gefa út eitthvað 3-4 lög á þessu tíma
og þá kemur Páll Óskar og kynni mig og Friðrik Dór og við tókumst hann í hendur og Frikki fyrir að hlæja og segja, ég veit alveg hver þessi maður hann spilaði mig alltaf í ljótuleikefni og Páll Óskar fannst þetta náttúrulega, hjartaði honum náttúrulega átti bara erfitt með þetta og Frikki hló svo og síðan sagði Frikki, ég er að koma með nýtt lag, ég er að koma og frumflytja í ljótuleikefni og ég man það að þegar Friðrik kom og frumflytti lagi í ljótuleikefni að þá og hann vann ekki eins og ljótuleikefni það árið, í þetta skipti það fór þessi hlustið Rexis að þeir bara uppleiði bara, þessi gæi algjörlega frjáls gagvart því að hann sé að gera poptónlist og honum bara drullu saman skiljum mig, honum bara alveg saman við náum ekki inn fyrir benni honum og ég held að hann hafa mitt svolítið svona fyrir X-lustutu þá þeir verið bara ég er að fíla hann þetta er náttúrulega kannski, hann kemur úr þungarokki og síðan náttúrulega endur hann með að vera með umboðsmann sem er meira þungarokkari heldur hann en nokkuð annað og meira rockari og en það er Friðrik Dór svolítið rekinn bara eins og þungaroksljónst það hefur verið gerður í gegnum tíðina og það endar þannig að við förum að vinna saman og hefum búin að gera það bara núna bara allan hans feril meira og minna Axel vinnur hans var með hann aðeins í upphæðu og Axel var þá að vinna hjá mér þá var Paxal svona aðeins stærra og voru með fleiri artista Paxal umboðskrifstofan mín þá vorum við svolítið mikið af fleiri artistum en þú sé bara dróðu það saman og þetta var svona tímbili að var ég bara með Frikka ég fæ svona æði fyrir einhverju nú er ég að fara að þjálfa fótbolta í 3 ár og gerir bara ekkert annað og síðan bara músík í 3 ár og síðan hefur þetta núna með músíkina bara haldið áfram alveg endalaust og búin að vera með Frikka öll þessi ára hann er maður eiginlega búin að sjá hann ég er búin að fara með hann í gegnum öll þyngdarskeiðinars þegar hann hefur verið þéttastur og grenstur og búin að fara með honum í gegnum uphill og downhill og allt dæmið og bara, við erum alveg ótrúlega skemmtilegu tími En hann ég held að þessi gilda ruslafata var einmitt ekki fyrir lag, heldur hans fluttning á Welcome to the Jungle í einhverju verslóli Já, ég kannast við þetta Eða ekki? Jú, ég man eftir þetta var í raun og veru, þetta gerist á X-inu Við erum bara starfsmið á Harmageddon Nei, þetta er ekki Harmageddon Þetta heiti Gullkindin Gullkindin Já, Frikki myndi eftir þessum gilda ruslafata með eitthvað svona áleika gildisliðinu það var Gullkindin Þetta var eitthvað sem Jón Gnarr bjó til held ég sem var svona versta sjóaseflið og við vorum alltaf að kveikja á oss aftur Jón Gnarr aftur oft svona er einhverju alfinnastni maður allar tíma sá drengur þegar hann er í stuði þá bara þá nær honum enginn þegar hann getur gert góða brandra Nei, það er heldur gott einmitt að þið séu þarna reyðir og svona pota í alla popparana og gera grína veslingunum og allt þetta og síðan enda þú bara á því að vera umboðsmaður hans Frikka Já og hann í rauninni kemur út sem sigurvegari þarna eða hann mætir og frumflytur hann gerir það hann kom út sem algjör sigurvegari þarna og síðan er þetta bara búið að vera bara góð 10 ár með Frikka Dór Já, einmitt, bara þú ert bara búin að vera umboðsmaðurinn hans síðan að bara ferillin tók af stað Já, hann hefði og búið að vera bara alveg ótrúlega skemmtilegt ferðalag Og við byrjuðum aðeins að ræða áður en við fórum að taka upp en síðan á hann náttúrulega eldri bróður líka sem er tónlistarmaður Já, hann á eldri bróður líka sem heitir Jón sem ég tók við fyrir 2 árum líklega sem ég rúm Já, það er ekki lengra Nei, það er ekki lengra og það var eiginlega þannig að þá var Frikki náttúrulega ætlaði að fara að flytja út allir eru á 3 ár og þú það var svona spurningum og ég var búin að vera lenda með svolítið mikið að málu með Frikka og Jón saman og var alltaf svona hvort ég ætti að vera að taka Jón ég vildi bara vera með Frikka, það skrítið að vera með bræður en síðan er móðir þeirra bræðra hún leggur mjög hart að mér að ég taki Jón líka bara þú er að vera með Jón líka og ég gæti ekki hana bara lítið ástöðu og bara ákvað bara að ég bara yrði með Jón líka bara út af því að það var líka maður búin að vera í brúðkaupinu og þetta er eiginlega þannig ég er svolítið mikið þannig ég verð ef ég er með eitthvað þá verður mér að þykja vænt og mér tekti Jón náttúrulega ekki neitt þegar mér var að fara að þykja vænt Jón líka bara fyrir að vera eldri bróður að Frikka og alla þessar fjölskyldur að Frikka er stórkostleg fjölskylda þetta er bara mjög gott og gott fólk og bara gaman og bara kærleiksríkt fólk og gaman að vera í kringum að þá var ekkert annað hægt en að vera með Jón líka en þetta var móðir hans ítti þessu yfir og síðan eru þeir bræður alveg ótrúlega ólíkir sem er alveg ótrúlega skemmtilegt hvað eru ótrúlega ólíkar típur Hvernig þá? Sem vinnur með þeim báðum Jón er náttúrulega miklu meira hann er bara all-in hann er bara til í að gera þetta og gera hitt og vera skemmtikraftur og segja brandara og vera svona alveg bara alltaf útofn og orkan í manninum er svo svakaleg en Friðrik er miklu hæglátari Friðrik er bara eitthvað, nei, ég nenni þessi ekki
og þetta bara kemur ekki til greina sko. Það er bara, Friðrik getur sko að hafna giggum sem eru gríðarlega vel borguð bara út af því hann er að fara út að borða með æskuvinnum sín sko. Hann er líka bara þar sko. Þetta er bara, þetta gengur ekki, ég nenni þess ekki sko. Hann bara, hann er alltaf í svona dæmi. Jón gerir það náttúrulega alveg líka sko. En síðan hérna, að þeir svona vinna hlutin allt öðru sér. Friðrik Dór nennir ekki að veislustýra einu nema Jón sé með honum. Og því að þá keiri Jón bara partíð áfram. En Jón getur alveg veislustýrt einn. Jón getur alveg tekið að sér að leika í auglýsingum og einhver svona dóti. Friðrik, hann bara, nei, ég nenni þess ekki. Og hann er alveg bara svona mjög harður bara, ég nenni þess ekki. Það er búið að bjóða hann, ég veit ekki hvað, búið að bjóða hann mikið gull og græna skóa fyrir einhverja Instagram-auglýsingar í gegnum tíðina og það er bara alltaf, nei, ég nenni þess ekki. Það er samt alveg sterkt að geta sagt nei líka. Já, það er það alveg, sko. Ekki það að Jón getið ekki, en bara svona... Sem umbóðsmaður. Þá er ég mjög mótið það er minni tekið fyrir mig en þeir eru mjög ólíkir en samt allir svona líkir þeir eru rosalestu fjölskyldumenn sko. Það er bara já, er það ekkert bara ímyndin sem eru að gefa af sér á Instagram? Nei, það er bara sko, það sem málið sko, það er fallega við að það er svo mikið innihald í því sko. Þeir eru svo mikli fjölskyldumenn það er einan sem skiptir máli fyrir þá er einhvern veginn að halda utan sína sko kjarnagrúpu og það gengur allt fyrir sko, það gengur alltaf fyrir ölluður og síðan eru þetta tveir giftustu menn í poppinu og málið það er ekkit sko að vera svona harðgiftur poppari það er ekkit sjálfsagt mál sko. Hvað meinar þið? Popparar eru alltaf bara skilnaðtíðni á poppurum er mjög há hún er það bara og sko bara er það út í heimi eða á Íslandi bara lífstílin en það er bara ekki með þess að tvo sko og þeir eru líka bara að spila ekki fyrir eftir miðnætti nánast og það er bara, þeir eru bara heima með sinni fjölskyldu og þeir til dæmis taka sko, þeir elda ekkert hverja krónu sko, þeir fara og þeir taka bara frí með sínu fjölskyldum bara ég farin bara háana tíma ekki umbóðsmanninu til mikla gleði þá taka þeir til þess bara átíð að þeir eru fannir herruðu Máni, við erum fannir út á land við erum ára 6 vikur bara hérna í einhverju hjóliseferðlag og síðan fara þeir bræður bara saman 6 vikur í einhverju hjóliseferðlag með börn sem eru öll á svipuðum aldri líka sem er náttúrulega mjög skemmtilegt líka Já, hljómar nú alveg heilbreytt og bara ekki að geta gefið sér tími í þetta Já, þeir eru bara Það er ekkert mál að festast á hjólinu, sko Nei, ég hef oft sagt það, sko, þetta er sko, það hefur gert mig að betri fjölskyldumanni að vera í kringu þessa menn, sko það er sem málið er sko og það gert mig að bara betri manni sko að vera hana og þetta er bara það er svo margt í þessu sko. Ég er náttúrulega átt sko, ég er náttúrulega þekkja Friðrik svo lengi og við erum náttúrulega miklu svona innilegri og dýpri samræður sko og það getur oft verið mjög djúpar bara sko varandi lífi og tilverun og eitthvað svona dótri og það er náttúrulega ég er búin að þekkja hann í 10 ár sko maður er náttúrulega búin að vera nánast með hann frá hann var baby sko. Já og þú náttúrulega sko þrátt fyrir að maður sér Harmageddon covermyndina þú haldandi á haglabissu og hraunandi yfir allt og alla þá ertu markþjálfi Já, þá er ég það líka sko. Finnst þér þessi andstæða bara eðlilega? Já, þessi andstæða er sko málið er þetta markþjálfun dæmi kemur náttúrulega svolítið út því að ég er náttúrulega búin að vera 12-spormaður í öll þessi ár og ég hef oft svona verið menn hafa komið svolítið að leita ráða hjá Mána því að Máni er búin að vera að skrifa Máni er búin að vera að lesa svo mikið af sjálfsjálfbókum og vinna svo mikið í sjálfu sér því að það er mjög erfitt að vera ég sko. Það gæinn sem maður er að hlusta á í Harmageddon hann er ekki að lesa sjálfsjálfbók Jú, hann er með að gera það alveg gríðarlega mikið sko. Það er þessi málið er sko, og það er að segja sko, það er ekki erfitt að vera ég en ég þarf að hafa mikið fyrir að vera í lagi skilum við og það er, ég man alltaf því ég fór að þjálfa í Keflavík fótbolta að það var svo skemmtilegt að þá segir Jói B. við mig sko og þegar þú varst ráðin sem aðstöðuþjálfari ok, við erum að fara að fá þessa típu sem aðstöðuþjálfari síðan ertu bara allt öðru sér típa við heldum sko og þú veist, Máni sem er í útvarpinu það er allt öðru sér típa sko þú veist, ég er oft kallað rókakjaftur og strigakjaftur og þetta og hitt en sko í mínu daglega lífi þá er ég það ekki og sko og ég veit ekki, ég er búin að lesa ótrúlega mikið af heimspeki og trúaritum og öllu þessu dóti sem ég var ótrúlega gaman af og það er bara til þess að næra svolítið sjálf sig, þú veist, það er eini svona sigurinn sko að vera einhver frægur útvarpsmaður eða frægur poppar eða íþróttamaður eða eitthvað, þú veist, og vinna titla eða hvað þú gerir sko, þú veist, það er engin sigur sem þú vinnur meira heldur bara sigurinn á sjálfu þér sko. Þú veist, það verður aldrei þannig. Fólk heldur ofta að það sé eitthvað svo leys, fá einhverja viðurkenningu frá einhverjum öðrum, skipta einhverju máli, en þegar fólk virkilega fer að vinna í sjálfum sér, ég á þessu tímbili sem ég er búin að til 45 árum, þú veist, þá er ég búin að vera algjör hálfviti í stundum. Þú veist, bara algjör hálfviti. Það er bara ekkert flóknara en það. Og það ég hef þurft að komast í gegnum það og læra á sjálfa mig, bara, herðu, ég er svona, þú veist, ég er með þessa bresti, ég er þetta gallaður, ég er þetta og þetta
og það hefur verið bara, og fyrir mér hefur það reynst vel sko að lesa alls konar svona, þú veist, eins og bara þú lest, til dæmis tölum bara sko, þú getur tekið eitthvað gott úr öllum trúabröðum, sko, því bara, þú veist farið í, sko, föstuna þú veist, hún kemur náttúrulega á reynu trúabröðinu og það allir bara núna að tala hvað mikilvægt að fasta og þú veist, og það þú veist, það mikilvægt að fasta einhverju leiti bara til að skerpa á sér hausinn, sko. Það bara, þú veist, hugleðsinn og búddism það bara, þú veist, sko, þessar setningar á biblíunni sem einhverju máli skipta kærleikssetningar, sko, sem eru stóru hluta teknur á búddismannum, það En maður fer samt svo fljótt í það, sko, að leita því sem bara svona stuðarmann og manni finnst gjörsamlega, bara fucked up og ekki standa neinstaðar og maður ekki fara eftir einhverju svona reglum sem standi í biblíunni og allt þetta, skilur hvað að fara og þú veist, það náttúrulega það sem þið hafi líka svolítið verið að gera í Harmageddon að benda á fáránlegu hlutina í því sem við teljum vera sjálfgefið. Þess vegna finnst mér svolítið fyndið að þú sért, sko, veist, eftir vinnu að skoða þessa góðu hluti og heimspekina og allt þetta sem hægt að finna í öllum þessum ritum. Það sem máli, sko, Harmageddon var bara einhvern veginn svona skrimsli og veistu, það hefði aldrei verið hægt að fara með Harmageddon í þessa átt, sko, skiljum við í einhverju svona, við erum að vera með uppbyggilegu og kærleiksríku spjalli. Einmitt, þið kannski bara festist aðeins í þessu. Við festust svolítið í þessu, sko, og það sem var kannski koma leiðalöku því Frosti var komin í, sko, var hann svo ótrúlega, sko, mannar og andlega þroskaður eftir að vera faðir og gift sig og allt svona, sko, og unni á sínu skröttum, sko, þá var hann, sko, orðin svo ótrúlega, sko, andlega, komin í svo gott andlegt ferðalag, sko, og hún var bara farið að finnast, ég veit ekki hvort maður rókast svona mikið og hvort maður hefur verið svona leiðilegur almennt til fólk. Bara óks upp úr Harmageddon. Já, og svona einhverju leiti, sko. Þú sagðir að þú þurftir að hafa ótrúlega mikið fyrir því að vera í lagi eða eitthvað í þá áttina. Getur þú aðeins tala meira þetta? Hvað áttu við? Sko, það er bara svona, þú veist, sko, maður á það til að maður á eftir að vorkenna sjálfur sér, vera reiður, vera reiður yfir hlutu sem maður getur ekki haft neinn áhrif á og vera eyða orkunni sín í þetta. Vera almennt bara svona stressaður og kvíðinn og neikvæður í hausnum. Og þetta eru bara svona hlutir sem maður þarf að díla við og sjá svona einhvern veginn, sko, það er svona, þú veist, þess að ég tala sko, og tala mikið bókinu, þú veist, það er svona eins og tilgangur með öllum hlutum og þú veist, það finnst öllum leiðilegt að fara í skóla og það finnst öllum leiðilegt hitt og þetta, þú veist, það er bara stór hluta, en af hverju eru við að gera þetta? Þú veist, af hverju eru við að gera þetta? Þegar einhver fótboltaþjálfari segir að við séum ekki í liðinu, þú veist, hvernig eigum við að bregðast við þessu? Þegar einhver, sko, segist ekki vilja vera bara með okkur lengur eða í okkar návist. Hvernig eigum við að bregðast við þessu? Hvernig eigum við að takast á við þess svona hluti bara almennt, sko? Þú veist, ég á oft, sko, ég get tekið trilling, það sé ég ekki kannski trilling, ég get orðið rosalega, sko, reiður og pirraður einstaklingur, sko. Get orðið það. Og ég þarf alveg að hafa fyrir því að sko, standa mína plikt í lífinu, bara gagað minni konu og mínum börnum, bara almennt. Og það er erfitt, þú veist, ég er náttúrulega með alls konar greiningar og eitthvað svona, en það skilgreinir mig ekki sem mannesku, það gerir það ekki. Horfir á kannski annað fólk fara í gegnum lífið og þú hugsa bara, wow, þú veist, þú þarft ekki bara, ég þarf að hlaupa eins hratt og ég get bara til þess að vera á sama level og þú, bara ég þarf að hafa svo mikið fyrir því að vera svona yfirvegar. Nei, sko, já, ég sé það samt ekki, þú veist, sko, þetta er svo, þú veist, ég sé það ekki, þú veist, ég alveg get samglæst með öðrum þegar þeir gengur vel, en oft hugsa maður alveg, ég hefði getað þetta líka. Skiljum við, þú veist, þetta er svo oft sko kemur að fyrir fótboltamenn að þeir sjá allt í einhvern strák skora þrennu í Pepsi Max-deildin og þeir eru bara, ég var miklu betri en þessi gæi, akkur fór ég ekki alla leið, sko, því að þeir gáfust upp á einhverju tímapunkti, það hættu, það fundið eitthvað annað. Já. Og það er bara svona að vera, herðu, ég ætla að vera sáttu við ákvarðanir mínar, hvað ég tek, sko, við gerum aldrei nein mistök, aldrei í lífinu, það er ekki hægt að gera mistök. Þetta er bara, ég trúi þessu, öll mistök sem þú gerir, það er eitthvað sem þú lærir af, sko. Ég hef gert ótrúlega mörg mistök og ég hef sko lært af þeim og það og það er eins og sko að þegar þú lendir í svona einhverju myrkri, þú veist, einhverju slæmum hlutum í lífinu, bara eins og við erum að sjá oft svona, þú veist, við erum að sjá alls konar umræðu, sko, eins og núna á samfélagsmiðlum, sem okkur finnst, sko, sem er, sko, er mikilvægt fyrir eitthvað fólk, en okkur finnst á mörguleiti svo umræða að ganga á langt, skiljum við. Það eru margir sem eru bara, þetta gengur á langt, nú er bara gengið á langt með þetta, þetta er bara ljótt að segja þetta, en sko grunninn, og fyrir sem að ganga í gegnum allt svona eitthvað svartnætti og eitthvað hól og eitthvað slæmt sem er að gerast, þá kemur alltaf eitthvað gott út úr þessu. Við finnum alltaf eitthvað balans á öllu sem gerist, alveg saman hversu slæmt það er. Og það er það sem ég hef kannski lært á þessum árum og öllum þessum ferðalögum sem maður er búin að vera í með sjálfa sig. Það er svona öll mistökin og allt sem ég hef gert, þú veist, það hefur leitt mig á þennan stað. Þú veist, ástæða fyrir að ég er þessi maður sem ég er í dag og líður vel í þessu og líður vel í eigin skinni, það voru öllum mistökunum og klúrinu og svartnættinu og myrkrinu sem ég lendi í á leiðinni. Þess vegna er ég hamingjusamur í dag. Hefði ég ekki farið í gegnum þá þrautagöngu, þá væri ég bara okkur allt öðru stað. Þá væri ég kannski bara flatur og eitthvað sem ég nenni ekki, það er að vera flatur.
Einmitt, þú virðist nú ekki vera þannig karakter, virðist vera meira svona upp og niður. Ég mikið upp og niður og þetta þú veist, og þess vegna þú veist þessar hugreiningar sko, sem í þessari bók, þetta náttúrulega bara mjög easy going bók sem skrifuð bara fyrir unga sem aldna kallmenn sem nenni ekki að mörg leita að lesa sko. Þeir eru nokkrir. Og okkur sko, það svo mikilvægt að við verum að skilja það, veist, og titillin náttúrulega þarf ekki að vera svona mikil aumingi. Það er ekki hlutverk neins í lífinu. Ekki hjá neinum okkar sko að vera ekki gildandi í lífinu þú veist okkur öll, maður ætlaði eitthvað hlutverk okkur ætlaði hlutverk að ala upp börn eða okkur ætlaði hlutverk sko að hjálpa öðrum eða okkur ætlaði hlutverk að gefa eitthvað af okkur þú veist og ná árangur í lífinu það öllum ætlað að ná árangur í lífinu og það enginn sem getur komið í veg fyrir það og þetta hljóma mjög klisjukent nema oft bara við sjálf og við erum oft í því og þetta fjalla kannski svolítið það þú veist þetta svona þetta ekki hefðbundin bók, þetta kemur líka úr umræðum sko við vinir mína gegnum tíðin og þessi bók bara, þú veist, það sem við vinirnir höfum hlaupið á veggi skiljum við, skítir sem við höfum lent í og við vissum að það var betra að fara þessa leið ég hef oft notað ertu Star Wars aðdóðandi? Já, ég bara svona, jú en ekki þessi fanatíski sko, þú heyrið það augljóslega og þú veist, kannski best þú lýsir því spurningin var sko, þú veist hvernig þú var að lýsa að vera svona erfitt og hvernig ég var að lýsa því sko, þetta svona ég mikill Star Wars aðdáandi og það oft svona merkileg heimspeki í Star Wars og það til dæmis eins og þegar Luke Skywalker og Yoda að tala saman þá Luke að reyna að velta fyrir sér akkur svarthöfði var góður einsinni og fór síðan í vonduliðina og hann spyr bara Yoda þú veist, why do people go to the dark side? Why? Og eina svarið sem Yoda gefur honum it's easier, það auðveldara og það eins og þegar við lendum í einhverju þú veist að einhver gerir eitthvað okkar hlut og pítsan lélega eða eitthvað svona dæmi og þú veist við pöntum pítsu og keyrum með hana heim og síðan þetta bara vitlaus pítsa að þá auðveldara fyrir okkur að vera reið og pirruð og brjáluð heldur hún að vera bara róleg og hringja og segja herru, það verðist aðeins hafa klúðrast í þetta pönturinn þú veist það auðveldara að vera reiður heldur hún að vera kjálsugur þú veist það alltaf, við förum oft bara meira í darknessið heldur hún við förum í að herru, ég ætla bara að halda mér rólegum hérna í ljósinu og því að þú veist, þetta bara kallast á við tilfinningarnar okkar. Og þetta samt svona atbyrður það sem sko, þú berði í rauninni ekki ábyrð á mistökunum, jú, ef þú getur sagt eitthvað það er að opna pítsuna áður og laðar að staða eitthvað svoleiðis en síðan það sko, það sem að þú og ég ætla bara að fá að slæta yfir í þetta umræðefni og þú sagðir einhvern tímann að lífið ekki Nígeríubréf og bara til að lesa kontekstið svo fólk hafið þú kannski veist alveg hvað er að tala en þú segir maður getur setið inn í herbyggi og reykt hass og hugsað alls konar hluti sem maður ætlar að afreka í framtíðinni en það algjör misskilningur að halda það sé einhver að fara að banka upp á og segi nú átt þú að meika það, nú komið að þér Já. Lífið ekki Nígeríubréf Nei, lífið ekki Nígeríubréf og það náttúrulega það sko, og þetta byggir bara á hlutum starf. Ég bara ekki að lesa upp úr bókinni eða neitt svo, þetta bara eldgamalt ég að fatta bara, ég gleymd að setja þetta í bókinni ég ætla að segja sko, þetta kemur náttúrulega eins og kom vinnur, sko pappi eins vinnur okkar sem við sátum inn í herbyggju vorum að reykja hass og mikil toppmaður og hann kemur inn með kongoló og segir sjáuði, og þegar kongoló þú setur kongoló niður sko, þá lappar hún oft út sko og hann var skam okkur fyrir eyrðaleysi og aumingiskapin. Þú tókst hann upp til að byrja með. Já, og settir hann, þá labbaði hann oft út. Þessi kongulón, hún var sett niður mitt gólfið og hann hélt myndi labba út, en hún labbaði bara hringi. Og þá sagði hann sko, sjáuði hvernig kongulón fer bara beint út og hún vil ekki vera hérna í kríku þennan aumingiskap. Og sér labbaði hann hringi, nei, hún verður bara skemmt og öllum sem djöfusins reykinga viðbjöðu þetta. En þá mynd sko, að þá man ég að við sátum hana í Dalsbyggðinni og reyktu kannabis og vorum skal ég segja og maður svona var að láta sér dagdreima hvað maður ætlaði að gera merkilega hluti í lífinu skiljum, maður satt og reykti kannabis og dreymdi hvað maður ætlaði að gera merkilega hluti í lífinu hvað maður ætlaði að vera góður fótboltamaður eða hvað maður ætlaði að vera góður tónlistamaður eða hvað maður ætlaði að gera skemmtilegt í lífinu og það var eins og maður beið alltaf eftir því að einhver myndi banka upp á dyrnar og segja búm, 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 herðu við vorum bara að spotta því núna þú ert að fara að meika þú ert núna að fara að koma nú ertu bara að fara að koma til þín eins og ættir eitthvað inni bara já, bara eins og ættir bara eitthvað inni en það virkar ekki þannig þú voru að fara út sjálfur og gera hlutina og ég, satt sér lýsingu mér dreymdi að vera atvinnumæður í fótbolta eða frábært tónlistamæður ég var algjörlega taktlaust með öllu og síðan bara ég bara hálfspastískur í reyfingum þannig að þú veist, það var ekki að fara að gerast ég er samt búin að þjála fótbolta ég hef stilt kalla ákana ég búin að umba bara stæðstu poppara þessar lands og ég hef átt mitt eigið útgáfa fyrirtæki og búin að gera alls konar hluti þannig að ferðalagið og draumarnir
þú veist, þeir fóru ekki kannski þangað sem ég vildi þeir færi, en þeir fóru samt á mjög skemmtilega stað. En þetta missamræmi á milli þess hvað það langar og hvað þú ert, það getur verið ógeðslega sásökafullt. Já, það getur, sko, málið það er einmitt, ef þú hefur gildi og þú hefur tilgang með ferðalaginu, þá verður það einmitt ekki eins sásökafullt. Nei, sjálfsög getur líka verið spennandi, sko. Já, bara mér langar þangað. Og þú ferð í ferðalag og segir bara, mér langar þangað. Þetta er það sem mér langar. Og síðan leggur á staðið það ferðalag. Og síðan og ef þú ert með gildiðin á hreinu, þú veist hvað maður þú ert. Og þú veist af hverju þið langar þetta. Og það er eitt að segja, mér langar til að vera atvinnumæður í fótbolta. Mér langar til að vera frægur poppari. En svaraði þá spurningunni, af hverju langaði til að vera frægur poppari? Af hverju langaði til að vera atvinnumæður í fótbolta? Segðu mér fyrst hverju þú ert, segðu mér síðan af hverju langar til að gera þessa hluti. Af hverju langar þér til þess að vera þessi hluti? Þú heldur þú verið hamingjusamur, eða veistu það? Eða ert að gera það til þess að, sko, ert að svala einhverjum frægðarþorsta? Eða hverju ert að svara? Hver er tilgangur? Var það ekki nógu góð ástæða? Nei, það er ekki, ég get bara alveg lofa fólki því og ég bara get kallað til vitnist endalaust að frægu fólki og moldríku fólki sem segir, sko, að það lífsamingja felst ekki í því, sko. Þannig fólk sem þú er unni með sem náði langt, hvort sem er í fótboltanum eða tónlistinni, það gerði ekki fyrir peningana eða frægð? Ég, sko, jú, kannski mögulega einhverju leiti, sko, en þetta er oft svona þannig bara, þú sér að til Friðrik Dór var hættur í poppinu eða bara hálfpartinu og ætlaði að fara í viðskiptafræði, sko, og fór og lærði viðskiptafræði og kláraði það, skiljum mig, og síðan bara varð poppið allt í einu aftur og stór partur. Hann var också með yfirgefa poppið og fara að læra sko, innanhúsarkitekt sem hann áoruglega eftir að gera með tíð og tíma, eða hann hættir að drita niður börnum. Og sko, þú veist, þegar þú leggur á stað í ferðalagið og segjum þú náir ekki endalega markmiðinu, þá ferðu samt, sko, einhverja nýja leið, og það því að fara á eftir markmiðinu sínu, þá kannski, þú beygir eitthvað stóra leið og þú gerir eitthvað allt annað. Þú ert í fótbolta ótrúlega lengi, þú lærir ótrúlega mikið af mannlegum samskiptum, þú lærir að vera liðsfélagi, þú farið að vinna í fyrirtæki og þetta nýtist þér allt. Þú veist, allir hluti nýtast þér ef þú ferð á eftir því sem hann langar að gera. Þannig að, sko, ég held að það er sársökufullt, það er ekki eins sársökufullt ef þú veist af hverju þú lagðir á stað og líka að þú bara, og það er meira sársökufullt og því að þú, bara þú telur ef við tökum það hrið, sko, það eru fleiri, sko, sem sko, klúðra, sko, sem sjá eftir, sko, því að hafa ekki farað á eftir markmiðunum sínum, heldur klúðra markmiðunum sínum. Og það er þetta með Nígeríubréfið, sko, að sitja bara og bíða og þú veist, og þangar til tækifæri kemur frekar heldur en að vaða út og bara veit ekki hvað getur gerst. Og það er það sem málið, þú þarft ekki að vera svona mikill, sko, aumingi. Þú veist, þú þarft ekki, það er ekki hlutverk þitt að vera svoleiðis. Já, byrju, hvað þýðir þessi titill, Leila? Ég skil ekki alveg, sko, þú þarft ekki að vera svona mikill aumingi. Er það að tala til gæjan sem situr og reykja hass inn í herbergi? Já, ég er að tala bara til allra kallmanna, sko, að því leiti, sko. Allra kallmanna? Já, bara, þetta er bara fyrir kalla, sko. Ég get ekki skrifað að vera eitthvað annað en kallmaður. Ég er bara gagnkynhneigður kallmaður, það er bara þannig, sko. Og það er svona væri mjög skrítið, ég var að skrifa sjálfsbók líka fyrir konur. Þetta getur eitthvað nýst þeim í þessari bók, sko, en það væri skrítið að ég var að fara að segja konum hvernig það er að haga sig, sko. Það er bara, ég hef ekki rétt að orðum í því. En titillinn kemur náttúrulega út af því, sko, að standa fram fyrir þessu vali. Þess að þú lendir í að kjærasnæði dömpa þér eitthvað, sko. Og þú hefur val það að sitja heima og liggja í sæng og vorkina þér og grenjiðinni að taka þér aftur. Sko, sem bara kallmenn gera mjög mikið eða kalla hana bara ljótu nöfnum þessum, sko. Eða þú hefur valum að rífa þig í gang og gera það grein fyrir, sko, að, þú veist, að vera hafnað er ekki eitthvað, sko, eina manneskja sem getur hafnaðir í lífinu er þú sjálfur. Það getur ekki hafnað þér nema þú sjálfur. Þú veist, þetta er bara ákvörðun einhver einna mannesku. Þú veist hvað, einhver ein manneskja að hafa áhrif á það hvernig þér líður. Og þetta snýst í raun og veru, sko, að mörglendum það er til dæmis ákvörðun, þú ert ekki í fótboltaliðinu. Þú veist, það er bara ákvörðun einhvers eins manns. Ef þú hefur trúið, sko, þú verður aldrei lélegur fótboltamaður nema þú trúir í sjálfur lélegur fótboltamaður. Og þá stendur þú á milli tvekja ákvörðun og einu er erfið og einu er auðvöld. Að bara vera pirraður út í þjálfarann eða auðvölda ákvörðun er að vera brjálaður út í þjálfarann. Í staðan fyrir það að taka auðvölda ákvörðun og segja, herru, ég geti þurft að bæta eitthvað í mínum leik. Ég verð að taka það sem ég jafnaði að geða og ég verð að hugsa hvað ég get bætt í mínum leik. En menn finna oft, sko, sjökudólkin í því bara þjálfarinn er hálfviti. Þjálfarinn veit ekki neitt. Þetta er ekki leiðin, það getur vel verið að þjálfarinn sé hálfviti og það getur vel verið að þjálfarinn sé ekki neitt. Það er ekki rétt leið fyrir þig að fara þangað. Það er betur fyrir þig að fara í hinn áttina. Og málið er, þú veist, það verð ekki allir atvinnumenn í fótbolta. Við tölum fótbolta út í þetta er svona það sem er svona mest í hausnum á ungu strákum í dag. Það er einhvern veginn, þú veist, að ætla að verða fótboltamenn. Þú veist, það er svo að vera nýju rockstjörnar, sko, syni mínir, sko, þeir einu sinni var sagði einn stráki minn eldri, að sko, að þeir héldu að hann væri stressaður í fótboltaleikjum eða svona, þú veist, út af því að það væri kröfur frá pappanum
og þá hló strákurinn minn og sagði nei, það bara hafði engan ágjörð því sko, hann vildi að við erum rockarar sko. Hann hafði engan ágjörð því að við erum fótboltamenn sko. En þeir hafa bara alveg farið í fótboltaliðina sko. Það er ekkit, ég held að ég er búin að kaupa öll hljóðfæri á heimilinu, þeir hafa farið þangað. Ertu búin að ganga á það og segja af hverju langar að fara þangað? Já, ég er búin að gera það. Og þeir segja, eitt sagði peningur og hinn sagði frami. Nei, það var svona, þú veist, það voru svona baróðir. Þeir vita báðu hvernig menn þeir eru. Okay. Skiljum við, þú veist, ég held að það sé alveg sko, og ég held að gildi þeirra og hvernig manneskjur þeir eru, það sé gott sko. Og þeir eru svona keyrðir áfram að, þú veist, auðvitað langaði til sko, þú veist, að ná einhverjum árangri og verða þetta og þetta veitir. Þeir svona, þú veist, sko, annar er á ferðalaginu líka, þú veist, hann er að mennta sig á fullu, skiljum við, á sama tíma og hann er að eldast við fótboltann sín. Og þú veist, og það er þessi skipti máli og ég tala líka svolítið mikið að þú verður að vera með 2 leiðir, hvað er mikilvægt að vera með 2 leiðir og ég skal segja að þú veist, fótboltamenn, atvinnumenn í fótbolt sem ég vinni með, að þeir hafa rekið sig á það sko, að þeir eru bara búin að vera með eina leið sem er atvinnumann á fótboltdeildin. Þú verður ekki atvinnumann í fótboltanum til kannski 35 ára. Hvað ætlar að gera svo? Hvað ætlar að gera svo? Og þá áttu bara eftir 35 ár eftir starfsæðin. Og málið er að þá er svona, og þeir hafa fundið bæði það að leikur þeirra verið betri og afslappaðari þegar þeir eru á 2 leiðum. Og það getur verið leið það sem út að mennta þig, það sem út að læra músík, það sem þú ert í sko, að vinna í sjálfuður, andlegum hluta eða eitthvað svona, þú sért að gera eitthvað meir. Já, en ég er samt, sko, ég er alveg til að taka pólinn á móti og það sé náttúrulega fólk bara mismunandi og það þarf bara mikið öryggi í öllu og allt það, en þú veist, síðan er líka bara þetta að segja, ef ekki bara default skrá alla í viðskiptafræði og gerir síðan, reynir síðan við eitthvað annað á hliðalínunni. Já, sko, málið er, sko, það er náttúrulega ekki, sko, ég segi þú getur farið báða leiðir að fullu krafti í aðdæmis, ef við vorum byrjum bakka síðan yfir, sko, ég segi náttúrulega viðskiptafræði, við höfum ekkert að gera við alla sem viðskiptafræðinga, ekki frekar en alla þessa lögfræðinga, þú veist, það er bara ekkert við þetta að gera, sko. Málið er, sko, þú veist, lærðu eitthvað, þú veist, þú ert að læra eitthvað sem þið finnst skemmtilegt. Þú átt að gera það, þegar þú ert búin að klára að blessa grunnskólan og framhaldsskólaðinn, þú veist, þá átt að fara bara í ferðalag sem er bara, sem snýst að læra eitthvað sem er skemmtilegt, eitthvað sem hentar, ekki vera að læra eitthvað sem er sko, einhverju leiti á læra eitthvað sem er hagnýtt. Menn gera það oft, skiljum við. Og og það er svona að fara svona margir, þú veist, ég held að það séu 3000 lögfræðingar á Íslandi. Þetta er náttúrulega bara þvæla sko. Og meðan er engin iðnaðarmenn sko. Og ég efast að helmingurinn af þessu fólki hafa gaman yfir höfuð bara af því að vera lögfræðingar sko. Þú veist, ég á einn vin sem er lærður, ég man nú ekki hvað hann er lærður sko, í stjórnmálafræði og hagfræði, einhver álíka með masterspróf og ég veit ekki hvað og er að vinna eitthvað fínt skrifstofustarf en honum dreymir að vera pípari sko. En þú veist, þegar eitthvað er stíplaðið eitthvað þá hringjum við hann og hann er mættur í drullugallan sko. Bara úr að fínni fjölskyldu að ára mættur í drullugallan og því að draumur hans er raun og vera sko, í drullun sko. Hann bara fíla sig hvergi betur en í því sko. Ég finnir hvað manneskjur eru mismunandi og síðan er einhver sem bara dýrkar að vera í lögfræðistarfinu. Já, sumir tala að þú er bara alltaf að vera með mission að fara einhverja eina leið og það sé leiðin til þess að fara og fá þrá ekki fyrir hlutunum, en það virkar fyrir rosalega fáa sko. Og upp á sjálfstraust þitt og því að ef svoleiðis draumur brotnar, skiljum mig, þá stendur kannski ekkit eftir. Nei. En ef þú ert með 2 leiðir allan tíman og þegar þú veist í grunninn snýst þetta bara þína eigin lífsamhyggju, það er eina sem gerist. Sko, ef kallmenn á Íslandi væri sko hamingjusamari og með meira sjálfstraust, þá væri minna hér á ofbeldi og alls konar hlutum. Já, sammála því. Þú veist, það er það sem máli er og það er það sem mér finnst til dæmis og því ég hef ótrúlega mikla skoðan á skólamálum að þar finnst mér við til dæmis algjörlega bregðast sem samfélags. Bregðast sem sagt hamingju og sjálfstöðusti drengja eða manna. Já, þú hugsaður á sko, þú veist, við eyðum öllum þessum tíma að læra dönsku og algebru með allir í virðingu fyrir því sko. Ég var bara mjög góður í algebru, takk alveg alveg sko. En máli er í staðan fyrir það að við séum að rækta bara sko svona hefðbundi dæmi eins og bara einhvern náungakærleika og vináttu sem ætti að vera rækta í skólum sko. Ég drengindi mínu báður aldrei upp í Hjallaskólanum sko. Já, er það ekki, er það framtíðin? Það er bara, fyrir mér er það bara ótrúlegt atriði sko. Og þeir til dæmis hlusta á sko þeir tengi ekki við sko alls konar hluti þess sem við verðum að tala um einhverja kallmennska sér slæmi og eitthvað svona dæmi því þeir eru búin að vera 2 ára gamlir sko að bera ábyrgð á hendurnar á hverjum öðrum sko. Þú veist, mikið þeirra fyrir náunganum og hvernig þeir nálgast þá sem eru sko öðruvísi og annað. Hún er bara einhvern veginn allt öðruvísi. Og það er bara búið að vera rækt upp bara svona einhverja sko manneskjulega þætti. Það maður að taka til í heimilislífinu þegar að krakkar eru sendir, þú veist, getur við verið með, ég veit ekki hvort við höfum kallað gildi eða áherslur eða hvað nú er sem er í hjallastefnunni og það er verið að kenna strákum ykkur ákveðna hegðun og síðan komað heim þarf þá ekki hegðunum svolítið aðeins að samræma eða samsvara því sem við erum að kenna í skólanum? Nei, alls ekki neitt sko. Okay. Og það er ekkit frekar sko. Það er ekkit svolítið nema náttúrulega þú býr bara upp á fókt upp heimili sko, þá er kannski erfitt. Það er ekki það drastíst. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Ég er á miklu hjalla heimili sko, það er að syngja alls konar hjallalög þar sko. Ég kann ekki neitt aðeins, hinu 3 fjölskyldumeðlimir með það sko. Þannig sko, en þetta er
En mér finnst svona, þú veist, ég horfa ofta á það, mér finnst svona skólakerfi og hvernig við höfum gert það þar, sko, þú veist, það er ekki að hjálpa sjálfströsti kallmanna hvernig þetta gengur í skólanum. Og það er bara endalins að fréttir alltaf að við séum lélegir í skóla og við séum þetta og hitt og það er líka bara kristallast í því að bara menn eru hættir að mæta í skólan. Já, það kemur. Hvað var ekki 28% nemenda í HA eru kallar? Já, komin kynjakvóti á Vestló í staðan fyrir að stoppa blæðinguna þá bara að dæla blóði í og þarna kemur eitt aðrið, þú veist, hugsa, Vestló er engaskóli, hann er fyrst í skólinn til að taka þetta upp og þetta er bara mjög jákvætt hjá Vestlónskólanum að gera þetta, þeir eru bara að búa til balans í þessu og ég held að það sé mjög jákvætt sko. En er þá jákvætt að í rauninni setja fleiri stráka inn í kerfi sem við langar ekki að vera í? Nei, sko, en þú veist, allir sem sækjum í Vestló við vitum að þeim langar þvílít mikið að vera í Vestló og þú veist, eins og sko, málið auðvitað máist að fara fram sko miklu fyrr eins og bara í grunnskóla þar sem þú ert bara að finna, sko, þú veist, að það veri meira iðnnámskennsla, meiri listakennsla og annað, að þá finnur þú bara, herru, þú ert mjög góður í þessu þú ert mjög fær í þessu, þú veist, halt þú áfram á þessari braut, þar sem við finnum eitthvað til að hvetja viðkomandi áfram en þetta áður alveg líka við stelpur sko, þú veist, það þyrfti náttúrulega að vera sama formúla með það sko, en þá svona finnum við bara herru, út í, sko, það sem málið er, ég segi þetta oft sko, mér finnst þetta alltaf svo merkilegt atriði sko, einu sinni var ég að læra í grunnskóla og ég maður það, ég fekk gerði ritgerð sem var 10 blaðsjur og ég fekk 7 fyrir hana sem var tossin við hliðina á mér ég ætla bara að segja að hann hafi verið tossi hann skrifaði 1,5 blaðsjur ég fekk 7 fyrir 10 blaðsjur ég sé 1,5 blaðsjur hans og hann fekk 10 fyrir hann ég var brjálaður sko. Ég fór ekki að segja kennarann, meitnir rétt við kennarann en ég skal segja hérna ég skammaðist í mömminni fyrir svo, mamma sagði mér að það væri nú örglega einhver góð ástæð fyrir þessu og lalala og var ekkit að vorkenna mér yfir þessu, var bara ánað með að ég fengi 7 því ég var bara held ég með 5,4 stúdspróf það sem gerðist síðan veturinn var það að þessi gæði sem skrifaði 1,5 blaðsíðu hann var alltaf að byrja að læra fullt hann var alltaf að byrja að gera fullt af öðrum hlutum og því að ef þú fær sjálfströst í einhverju einu atriði þá hýfur það oft upp sko, sjálfströst í öðrum hlutum líka þú veist að þá verður svona og síðan horfum við náttúrulega fyrst mér allt og mikið í einhverju leiti, ég til dæmis á því sko ef þú ert að fá meir en 7 í prófi þegar þú komið til dæmis í þinn framhaldsskóla eða hvað sem þá ertu að gera eitthvað vitlaust í lífinu að vera að fá 8, 9 og 10 er bara með algjörlega með öllu leiti bara tilgangslaust kjaftaði út af því að þú veist, það er ekkit ástæða að vera með 10 út að nota frá 7 til 10 til að vera félagslega sko þroskaður vera, sko, læra að vera betri manneskja, eiga góða vini búa til minningarnar eru ekki búnar til yfir starffræði bókum eða enskubókum eða einhver svona dóti minningarnar eru búnar til því að því félagarnir farið saman í bíó, þegar því félagarnir farið saman til útlandi, þegar félagarnir farið saman í fótbolta farið saman á sko, fótboltaleik úti eða hvað sem er sko, þú veist þar býðu til minningarnar, þar býðu til samskiptin og þið tali saman og verðið sko innilegri og þið myndir svona traust bara svona eins og ég og Frost eru með sko skiljum mig og svona í vináttunni og ég með mína vini að sko og þar býðu til þetta sem ára draumur hvers einasta mann sko, það er að geta átt 3 vini, ég segi þetta 3 vini sem þú getur hringt í þegar þú ert mikið niðri og líður illa og ert ekki með mikið sjálfstöð og sagt, mér líður ræðilega illa en að segja mig hvað ég frábær ná ekki og þeir geta híft þig upp sko skiljum við hvað ég meina þannig að sko bæði þá að geta opnað á þetta og síðan talað þetta við einhvern og fengið eitthvað smá jákvætt ég og til dæmis vinið sem ég ekki talað bara mína dýpstu tilfinningar sko. Þetta er ómetanlegt að eiga svoleið sko. Og hjálpa þér mikið það? Það bara hjálpa mér gríðarlega mikið sko. Oft hefur sko, þú veist, sko, þurft að tjúna mig niður sko. Þú veist, kannski er ég svona, þú veist, þá er komið svona rók í mig gengur vel, það er þegar gengur mjög vel hjá mér í lífinu þá get ég orðið hrókafullur skiljum mig, þú veist, þá getur maður býtu hvað, orðið þessi gæði sko. Og þetta er kannski sem áttu að tala með að þú þurfir að hafa fyrir því að vera bara svolítið stabill Já, og þú veist, þá er gott að vera með Frost og pínir maður herðum máni þú veist, nú ertu ekki aðeins að missa það inn í rókanum sko. Skiljum mig og veist, þetta er mjög nöðsynlegt og tekur alveg markaði? Já, ég veit það sko. Þú veist, þú er alltaf þegar maður gagnrýnir einhvern fyrstu viðbröð er alltaf sko, það sem við Frost höfum lært sko. Fyrstu viðbröð sko, við öllu hann segir eitthvað við mig að ég segi eitthvað hann og gagnrýna hann og þá byrjum við að rífast og það síðan ég farið heim og hugsa málu og þá tekum maður gagnrýna til sín fyrstu viðbröð allra við gagnrýni er að verja sig það verður alltaf þannig það er enginn að fá fyrstu gagnrýna á sig og tekur hann bara já, herru, þetta er góð punktur og þakka fyrir þetta er bara eðli mannsins að byrja að verja sig fyrir gagnrýni það er bara fyrsta sem þú gerir síðan ferðu bara heim og hugsa bara herru, byrju, já,
þetta kannski svolítið til í þessu ef þú ert nógu þroskaður, en annars hugsaður bara herðu þessi gæi fáið og þá ert ekki að ná neinu þroska og því að venjulega fólk ekki að gaggrina þig fyrir eitthvað, sérstaklega ekki í viniðinni nema þú þurfir eitthvað aðeins að laga til sko. Einmitt. Það er gott að vera allan vakandi fyrir því. Það er mjög gott. Paxal náttúrulega nafn á umbóðskrifstofunni, er ekki líka nafn á kvíðalífi? Jú, það er einmitt rétt hjá þér, það er nafn á kvíðalífi líka sko. Og það er það eitthvað svona að þú ákveður að nefna fyrirtækið eftir því? Já, það er saga á baku það sko. Hún er svo að þegar ég var hljóðstæðina mínus Þú náttúrulega ert að þá líka. Já, það er náttúrulega með Frosta í því og Bjössa og Bjarna og Krumma Orðin Edrú? Og Johnny. Orðin Edrú þá? Ég var orðin Edrú þá sko. En þá var ég til dæmis á mjög slæmustæði í lífinu. Ég var í mjög góðri vinnu, það er að segja góðri vinnu, ég fekk ógeðslega mikið borgað. En mér leið hræðilega. Sem umboðsmaður? Nei, þá var ég að selja auglýsingar. Já. Og ég sagði ég kaup mér íbúð 99 á 8,2. Auglýsir þetta, 8,2. Og ég fæ, og árið 2000 þá er ég með 10,5 milljónu laun þú getur rétt ímyndar hvað það eru mikið laun sko uppreiknað í dag sko. Ég er með brjálu laun ég var hún 100 kíló og ég var bara deyja á vanlegan sko. Mér leiði svo illa og ég var svo óhamingsamur ég var alveg að drepast sko. og þá var ég settur á Paxal kvíðalyf og ég tók svona eina Paxal til þess að stoppa vanlegan sko. Síðan náttúrulega fer ég bara að hreyfa mig og taka á mínum málum og byggja ykkur að skápa heimið á mér sem voru forljótir og allir skakkir og Bjössi tengdu og þurfti að koma og laga það á alla en ég var svo ánægð með það sem ég hafði gert sko að ég hugsa að ég ætla að hætta í þessari vinnu og fara að gera eitthvað annað. Það sem þú hafði gert, er það skápana? Já, það voru skáparnir voru svo ljótir á mér en ég gerði það sjálfur og ég var svo stoltur að þeim sko. Ok, þú fannst bara eitthvað ánægð í því sem þú varst að gera það? Já, ég var bara ánægð í því að skapa eitthvað og ég hætti bara vinnun sko. Þá var verið að, þetta er að næra og tæra, þá var að tæra það svolítið með að selja auglýsingar. Já, og þá var hitt var fara að næra mig sko. Ok, en þetta er ekkert grín að segja upp svona vel launari vinnu? Nei, það var það ekkert sko, en ég gerði það og var bara að skýta launum í 1 ári miklu hamingsamri og á sama tíma fór ég að hreyfa mér að taka aðeins á hlutunum og grennast einhverju leiti og bara sem bara kom með, bara ég var samt ekki að hlaupa til þess að sko grennast ég var að hlaupa út af því að ég var svo kvíðin þú veist, þá var ég bara að keyra alveg bara endorfínið upp í botn sko. Og fyrir vikið þá misti ég fullt af kílóum sem var frábært en síðan og Paxal lyfjaglassi var alltaf heima og það var ekki búið að nota það mikið og síðan náttúrulega var það að mínuslega hringduð þarna sumir þeirra sem voru ansið hressir og sem mánu áttu eina af þessum Paxal þegar þeir voru að koma niður eftir helgarnar sko. Í alvörinni? Já, og nú þú voru að hringja bara til þess að fá lyf? Fá bara einu töflu af Paxalinu og þeir voru konum með svo mikið kvíða og þetta er þúsaldarmóti? Já, þetta eru þúsaldarmóti og fólk var alveg í, já, ok og þá let ég bara þá hafa eina Paxal-töflu skiljum mig og þeir róðust við það sko sem var mjög fínt og síðan þegar þetta ferli búið, þetta er nú aðeins seinna en 2000 að þá er Paxal tekið síðan að lyfjamarkaði, ég er hættur að nota kvíðalyf og þá vantar nafn á fyrirtækið og þá bara hugsa ég bara Paxal og veist út af því að mér fannst þetta svo fyndið sko það var líka saga á bakvið það, akkur það heiti Paxal þannig er náttúrulega bara, þetta tengist náttúrulega umbóðsmennskunni. En hvernig er það með, þú veist, og mér veist eins og með að þú gerist markþjálfi, mér veist svona, og þú ert náttúrulega líka búin að tala nokkuð skýrt það, að fólk fer ekki í svona nám nema svona einhver leiti að þurfa á því að halda sjálft. Já, ég vil meina það, ég held að þetta hjálpa mér alveg heil mikið með alls konar svona hluti, en síðan líka bara út í því að kona mig hafa búin að hvetja mig til að heillengi að fara í þetta, þú veist, ég er bara góður í alls konar, ég er svona góður í að ráðleggja svona, ég er slæmur í að fara eftir góður ráðlegjum ég er góður ráðlegjum öðrum en að fara eftir í sjálfur er verra sko. Já, bara glemdi en sko málið er, það er hins vegar málið er, markþjálfunin er náttúrulega ekki þannig sko. Hún snýst ekki það að sko að maður sé að maður sé að gefa fólki ráð það er nú það sem málið er sko. Maður er svona, ég var oft svona að nota sko að sko bara ef maður ætti að lýsa einhverju svona sko hvernig markþjálfun út, ég náttúrulega fó bara markþjálfa unga drengi sko, þú veist, ekki unga drengi, þetta er líka fullorðna, það er bara svona markþjálfa kalla, mér fannst það bara að vera málið, út af því að það sem málið er, kallmenn eru oft svo stefnuleysir, við bara eitthvað keyrum áfram, það er bara let's go, bara keyrum þetta áfram og sé bara ekkert stopp og enginn að hugsa hvernig mér líður eða neitt, að ég oft svona nota þetta svona lyftukynningin er raunur, sko, þú veist, þetta er svona, þú veist, að fá drengi til að sjá, sko, sólina fyrir öllum skíunum, sko, bara koma skíunum börst sem eru þetta fyrir og hindra það sem er fyrir framan, en það er ekkert, sko, en það allt svona sem er, sko, þú veist, ég get aldrei gert neitt til að gera þig að betri manni, þetta er allt sem að þín vinna, eins ég get sett bara, herru, planta fræi hér, planta fræi þar, en þú eru sjálfur að vinna vinnuna. Og það er það sem markþjálfun snýst og það er það sama á þessi bók snýst að mörguleiti og hún náttúrulega partur, hún kemur náttúrulega
Ég ger hana ég fór að læra að skapa til greinar í Bifröst núna síðasta vetur, þegar COVID var og var ekkert að gerast í umbóðsmennskunni, að þá ákvaða einhvern veginn að gera þessa bók. Ég var búin að ákvaða fyrir 10 árum samt, en þá fékk ég raunur tíma til þess að skrifa hana og þess vegna gerði ég það. En markþjálfunar dæmið allt svona öðruvísi. Ég svona aðeins eitthvað byrjar að dreifa mig áfram að vinna með liði í þessu og þegar mér finnst þetta skipta máli sko. Þú veist, og það ekki bara þannig, það svo margir sko sem halda að ég verið að vera með markmið og skrifa bara einhver markmið á blað. Það virkar ekki. Þú veist, það bara, ég get bara sett þér strax sko. Þú getur bara ef þú skrifa bara markmiðalistæðin, þá ertu bara að búa til eitthvað sko, það verður engin gleð í því. Þú veist, af hverju staðis? Hver ertu? Af hverju staðis? Það ekki, sko, þetta eru spurningar til að svara fyrst. Og þegar þú nærð markmiðaðunum sem þú skrifar bara á blaðið og nærð þeim öllum, þá kemur tómleika tilfinning þegar þú ert búin að ná þeim. Og þegar þú vissir ekkit af hverju þú staðis. Ef þú ert að gera hlutina fyrir þitt eigið ego allan tíman, eins og við verðum svo mikið vitna af. Og samfélagið einhvern veginn bara sko algjörlega egodrifð. Það einhvern veginn sko Dagur Hjartarson rithöfundur stórskemmtileg, hann notaði þetta orð. Við búum með hann í samfélagi núna sko að fyrirtæki á samfélagsmiðlum að reyna að vera fólk og fólk að reyna að vera fyrirtæki. Og við setjum eitthvað út til þess að fá sko einhverja samþykkt, við setjum eitthvað á samfélagsmiðlana til þess að fá eitthvað samþykkt frá einhverju öðru fólki. Þetta snýst allt það. Takt eftir því til dæmis eins og hvað við sjáum útskriftamyndir. Í gamla dag voru engar útskriftamyndir. Það bara að tekja á ljósmyndavél og síðan var þetta sett í albúm og engi sá eitt eða neitt þessu. En núna til dæmis bara í útskriftaveislu hjá Sigga frænda. Og þú sért bara myndir útskriftaveislu hjá Sigga frænda. Það engi myndi að Sigga frænda. Sko, það engin að byrta mynda Sigga frænda og því að hann var útskrifast. Þú ert að byrta mynda sjálfur og einhverju flotti vinkunniðinu eða flotti vinn. Þú veist, Siggi frændi bara algjört aukaðatrið. Og þetta var sko Queens of the Stone Age sem fræga rockljóðast sko, þeir auglust einu sinni tónleika. Þú veist, þetta svona sýnir okkur hvað bara sko hugmynd sko mannsins hún sko ótrúlega farin að vera sjálfhverf. Hún farin að snúast bara sig og hvað það gerir. Og við sjáum þetta fótbolta með Englandi sem búið að reisa fullt af styttum út allt. Það til að fólk fór að taka mynd af sér við styttun. Það enginn að taka mynd bara af styttunni, heldur alltaf ég á myndinni með styttunni. Queens of the Stone Age fór einu sinni sem segir okkur kannski hvað þetta orðið svo sturlað. Queens of the Stone Age fór að auglisti að þeir var að fara á túrum Bandaríkin og þeir byrtu myndir af sér að spila upp á sviði. Miðasalan seldist 10% með honum. Það eru þeir ákveða að breyta mölskaflið. Byrtu mynda krátinu. Þessi kráti var að hoppa og dansa og gera einhverja hluti. Seldist allir með þeir. Já, bara sá sig fyrir sér í krátinu og þessar stemmingu. Þú veist, þetta sko, allt orðið svona einhvern veginn sko, það allt orðið svona einhvern veginn svolítið orðið ég viðdrifin. Einmitt. Þú veist, þetta svona, það þurfi ekki allir að slá í gegn og það þurfi ekki allir að vera með mynda sjálfsins. Mér dreymir um að slökka öllum samfélagsmiðlum. Já, ég svona, þetta blundar það í mér líka sko. Já. Ég alveg svona, en mér finnst það bara svo lúðalegt sko að taka eitthvað tekið bara off með þetta, slökk við á þessu. Sko, við erum konið þangað, bara svona eitt atriði, sko, og það var náttúrulega að koma núna fréttum það í vikunni með að Facebook hefði sko selt okkur. Það séðast, alltaf þeir sáu sko kontrastana. Það sem við varum að rífast á samfélagsmiðlum og reiðikall og broskall, þá bústuðu þær færslur, þannig að fleiri sá þær. Frekar heldur en það sko að þeir notuðu auglýsingamódeli, þetta svo diktað með 30.000 manns á Facebook síðunni sinni, fyrst þegar ég var með diktu og við vorum að byrja á Facebook og það voru 30.000 manns þar, þá setti ég bara einn gig á NASA, það var selt upp bara á 30 mínútur. Facebook ákvað þá sko að þegar ég set núna gig á NASA eða hvað sem þá sjá bara 500, síðan þarf ég að kaupa búst fyrir hina 30.000 sem samt búin að læka síðuna. Sem til að styðja þessar hljómsveit. Þetta svona formúlan sem virka. Þeir fara að bústa upp svona neikvætt til þess að fá viðbröð fólks í öllu konsepti. Sjáðu til dæmis, það svona kemur þetta dæmi, þetta mjög hart að segja þetta. En sko, og þegar við erum öll á móti rasisma, allir yfir meðalgreindir á móti rasisma. En eru við ekki, sko, með vera okkar á samfélagsmiðlum, að einhverju leiti, sko, að gúttera rasisma. Hvernig á? Henry, knattspyrnumaðurinn, frábæri hjá Arsenal, hann hætti á samfélagsmiðlum á þeirri forsendu og með þið get ekki tekið á þessu rasisma og nenni ekki vera hann. Tekið á þessu rasisma inn á fótboltavöllunum inn á samfélagsmiðlum. Það bara tekið ekki þátt í þessu. Hann búið slökk á Twitter, Instagram og Facebook. Hann segir bara að með þið get ekki tekið á þessu þá nenni ekki vera hann. Og því að það þarf ekki nema einn gæi sem skrifar eitthvað ljótt orð einhvern litaðan, eins og gerist þegar enska landsliðið tapaði í vítaspyrnukefni, að þá mætir strolla fólki til að verja sko, þess aðila
til þess að koma og segja bara, þú ert hálfviti og umræðan fyrir þetta, þú ert hálfviti, þú ert rasisti, þú ert ógeð, þú ert hálfviti. Rasistarnir mæta líka, miklu minna mægin og síðan mætir allt hitt fólkið til þess að fylgjast með umræðinni og ekki taka þátt en bara fylgjast með umræðinni. Hver að græða á þessu? Bara samfélagsmiðlarnir? Það bara auglýsingadeild samfélagsmiðlarna sem gefur sér 5 og finnst þeir vera frábæri nákar. Þú veist, ég alveg, ég ekki á því að samfélagsmiðlar hafi, þeir hafa gert margt gott en ég held í raun og veru þegar hólminn kemur þá hafa þeir gert meira slæmt þessu staðan í dag. Á einhverju tímapunkti eiga eftir að vera góðir og við erum að finna og læra á þetta, við erum bara ekki ennþá búin að en ég veldi oft fyrir mér, ég hugsaði ætti ég að bara slökka á öllum þessu samfélagsmiðlum til bara út af þessari forsend, bara ég ekki að taka þátt í þessu, ég ekki að láta bjóða upp á að ég sé söluvara fyrir einhverja hálfvita. Nei, ég er sammála því en þú veist eins og með ef rasismi fyrirfinnst í einhverjum manneskjum, þá hann að fara að fyrirfinnast á samfélagsmiðlum. Það bara þannig, þú ert með fólk þarna inni og það er nafnlaust. Þú getur verið með nafnlausan account og sagt þínar skoðanir sem þú eru ekki að opinbera annars staðar. Þetta bara kjörinn jarðvegur fyrir að einhverjar bara óheilbrigðar skoðanir grasserist. En þú veist, að hætta út af því eitthvað svona til, þú veist, þú myndir aldrei taka strákiðin úr grunnskóla út af því að það eru eitthvað slagsmál í skólanum og þú bara ætlar ekki að styðja við grunnskóla sem að stiðið við ofbeldi eða hvernig sem það er svolítið erfitt. Andri að draga línuna mjög skýrt þarna. Já, Andri að draga línuna mjög skýrt þarna og ég er mjög hrifinn af þessu teikjans. Svo bara þóra herðu, ég fer þangað. Já, einmitt. Og það er mjög skýr afstæða, ég fíl einmitt. Og hugsaður ef allir myndu taka þessa afstæðu, við myndum bara segja, herðu, við nennum ekki taka þátt í þessu partíi lengur. Já, en þú veist, þá byrja samfélagsmiðlarnir að segja, ok, við ætlum að byrja að rita við ætlum að passa upp á að það með ekki segja þetta og það með ekki segja þetta og þetta. Þú veist, á hvaða tímabúnti viltu bara að þú sért varinn fyrir hlutunum eða þú bara getur skoða og valið sjálfur að skoða? En málið það eitt að segja hlutina, en það annað að bústaða upp. Já, algjörlega. Og það það sem hlutur líkur. Það að sem málið, þú veist að þegar þetta eru svona gróðrastíða fyrir þetta og það að menn geti líka vaðið upp í nafnlaust á netinu. Það líka alveg spurning hvort að það hefur verið lægi en auðvitað viljum við fá tjáningafrelsi og viljum bara, þú veist, það er ofar öllum þú veist, ég alveg sammála því og svona rasísa skoðanir og alls konar svona skoðanir, við þurfum oft bara að hugsa eigum við að vera að gefa þessu orð og þú veist, það er oft þannig og þetta hefur oft verið ábreynd á enskum fótboltavöllum að þegar einn rasísti segir eitthvað og býr eitthvað til skiljum og það verður eitthvað læti þá finnst eins og hinum rasistunum að þeim sé boðið í partíð skiljum við, þó út af við fyrir að vekja athygli á sem eina hálfvita þegar þessi eini hálfviti fær rödd þá eru allt í húnum búið til fleiri hálfvita í staðan fyrir þetta fólk á ekki að skipta neinu máli, þetta fólk er ekki neitt, ef þú ert rasisti þá er eitthvað virkil að þér, þú ert greindaskertur, við höfum aldrei hitt og þá ég að segja bara þú ert ekki þar, þú ert ekki vel upplýstur, við skulum nota það orð frekar að þú er aldrei hitt, við munum aldrei hitta vel upplýstan mann sem er rasisti. Það er bara ekki frekar við munum heita vel upplýstan mann sem er kvenfyrirlitningu. Þú veist, þetta eru bara hlutir sem ganga ekki saman. Þú getur aldrei sagt, já, þetta er mjög greindur maður, hann er með mikla kvenfyrirlitningu, en hann er mjög klár. Hann er það bara alls ekki. Það bara getur ekki gengið upp. Og þetta er svo skýrt þegar þú nefnir eitthvað svona, en síðan þegar kemur það bara eitthvað, bóluefni, bara ekki setja neinn spurningamerki við það, bara látið dælis í ykkur. Og þú veist, og það verður bara ákveðin samrómur í því og síðan bara, næring fita er slæm, kolvetnir er slæm eða kólesteról er slæmt, ekki bara kólesteról, eggur óholl, fattaru ég er að fara yfir svona lítil og leiðilegt dæmi sem skipt engu máli, maður bara svona já, en byrju póllin í næringu þú veist, þetta er orðið þungt fyrir heilbrigðiskerfið okkar að fólk sé að næra sig vitlaust og allt þetta, það er örugglega að færa einhver rök fyrir því á einhverjum tímapunkti, fyrst að byrja að ritstýra að við ætlum að fara að segja að ákveðnar skoðanir eru ekki leyfðar innan heilbrigðis ég seti málið það er náttúrulega ekki allt fordómar við verum alveg átt okkur á því það er ekki, við eigum alveg geta rætt að ákveðnir hlutir séu hættulegir og ákveðnir hlutir séu góðir og annað, það má alveg hafa skoðun einhverju hina áttina, skiljum við en þú veist, það er aldrei gott það eina sem skiptir málið, þú mútt vera eins feitur og þú vilt eða þú ert hamingsamur en ef þú ert ekki hamingsamur þegar þú ert tungur, þá skaltu gera eitthvað í því, skiljum við og það er engin ef þú ert veikur þú hefur verið veikur og mann liggur niður og maður er veikur og svona dæmi eina sem maður er að hugsa er að vera heilbrigður það eina sem maður er að hugsa þá maður hugsa bara, ég er svo til að vera heilbrigður ég verð að verða heilbrigður aftur en ef þú ert til dæmis heilbrigður þá ertu með 1000 aðrar óskir
og þannig að sko heilsan skiptir öllu máli og það er rosa vinsælt að tala sko að elska sjálfum sig og veist það, við vorum heyrt þessu umræðu sko, þú þarf bara að elska sjálfum þig ef þú hugsar einhverju skapi sko, þá sko færðu tækifæri á hverjum einasta degi og þetta kendi Guðni Gunnarsson mér rópjókaði til þess að segja sjálfur og elski þig á hverjum einasta degi og það gerur með næringu ef þú ert ekki að borða sko notaða vöru, þú ert ekki að hella í nokko einhver svona dæmi, heldur bara að borða náttúrulega mat, þá ert að segja sjálfur að þú elskir þig, þú ert að gera það getur oft verið sko, og þú leggur eitthvað í matinn og þú veist, við þurfum öll að borða og þetta er það en við eigum alveg að þóra svoleiðis umræði eigum alltaf að þóra að taka sjálfsög, ég var bara að taka eitthvað svona leiðileg dæmi bara til þess að sína að línan er svolítið óljós þarna sko. Já, línan er, sko, við erum alltaf hún er mjög skýr þegar þú talar um rasisma, kvenfyrirlitningu og eitthvað svona sko. Já, ég veit að þegar það kemur að þessu hlutum það er einhvern veginn, sko, það er enginn að fara að questiona, nei, hvað ef það er í lagi að hérna bara vera en þú veist, við erum alltaf með svo upptekin að vera móðguð það er alltaf í lagi við verðum móðguð það er alltaf í lagi við verðum, sko ekki fyrir Andri, hann bara tók ekki þátt í sig já, en þú veist, hann gerði bara svona, herðu, ég nenni þess ekki hún fannst það bara gengi og langt og hann var ekki að taka þátt í þessu koncept þetta er mjög gott múf en málið er, við erum náttúrulega alltaf upptökin að því að vera móðguður öll það hafa verið skrifar alveg, sko, anstekilegi hlutir mjög á netinu, hvers konar hálfviti ég er og Harmageddon er viðbjóður og ég veit ekki hvað ég tek meira nærri mér þegar að skrifa illan frosta heldur en mig og sko, þú veist, en það er átt að því, sko, að þú veist alveg hvernig maður þú ert sjálfur þá þarftu rauninu ekki að hafa ágjör að því sko. Já, það tekur svona tíma sko. það tekur alveg rosalega mikið tíma og það var alveg erfitt fyrir mig sko. Þú veist, ég hitt oft fólk sem er búið að lenda sko, í miklum árásum, það sem er að kalla mikið viðbjóð og hálfvita og bara og þú stjórnmálamenn eða hver sem er aðeins og þú myndar svona ákveðin skráp fyrir þessu, skiljum mig, þú fattar að fólk skiptir engum máli, þú veist, það eina sem skiptir máli er að fólk gefa nærumhverfið þig, viniðinir, sko, makiðin, börniðin og fjölskyldaðin, þau viti hvernig maður þú ert Michael Owen sagði þetta nú einu sinni sko áður en hann fór að haga sér svo hálfviti og senda einhverja konu skilabóð sem hún ekki þá notaði hann þetta nú einu sinni þegar það var með Manchester United og Newcastle sem var búin að fara til frá Liverpool að þá sagði hann bara sko fjölskylda mín virði mig og elskar mig, það er nóg fyrir mig og hitt skipti ekki neinu máli þú veist sko það er engin réttur okkar að vera ekki móðgaður það er eitthvað algjör miskilningur sem samfélagsmiðlar hafa búið til sko. það er engin réttur okkar að vera það sko. það má alveg móðga okkur það má alveg segja alls konar hluti skiljum mig, þú veist, það er bara spurning hvað þú gerir þá þegar þú skrifar eitthvað hluti hvort þú gerir það illindum og til þess að særa fólk, ef þú ert að gera meðvitað til að særa fólk og taka fólk niður þá ert ekki að gera það á réttum forsetum en ef þú ert að taka eitthvað svona umræð þú mátt alveg skoða umræðina, hvernig á ég að taka þessi umræði til mín, ég hef verið oft þungur, það var ömurlegt sorry, ég bara segja bara svo ég var oft verið oft þungur og ekki liðið þá vel með sjálfum mig sko. En þú veist, í samanskapi þá kemur samanskapi sko ígjurnar í hina áttina sem er það bara allir þurft að vera með sixpack þetta er bara kjaftaði sko. Ég sé betur fyrir alin upp við sko, við rockið og þungarokkið og þá voru menn ekki að rífa sig úr og ofan sko, að sína hvað er væri stæltir og væri búin að vinna í rektinni sko. Það skipti engum máli sko. Kurt Cobain var bara svona hóraður rockari og veist, vöðvar voru bara eitthvað sem skipti engum máli þetta skiptir engum máli veist, það er alveg sjúkt nánast að vera sko að rembast við að vera að fá sér sixpack og borða 6 Burger King sko. Þetta er bara, þetta er bara öfgarnir í sitt hvort áttina, ég er ekkit viss um að sá sem er sko með ágjör af því að hann sé 7% fita en ekki 3% sé eitthvað betur stattur sá sem er sko 40% fita og það ágjör að sé ekki 35%. Já, og síðan líka bara gott að öll myndin sé á þú veist, þarna úti sko og þú veist eins og bara magniða fólki sem er að koma fram og opna sig þú veist, þegar það var bara mig skorið á samfélagsmiðlum eða í einhverju myndi í myndatöku eða whatever og þú veist, bara konur sem fóru ekki á blæðingar út af það voru svo lári 40%. Já. Bara, höfum það aðeins inn í myndinni. Já, en ég segi samt sko, mér veist öll þessi umræða samt vera góð sko, því að það er svo gott fyrir okkur sko og þú veist, sko að einhver sé að taka umræðuna sko hinum með frá, þú veist, hvort sem kemur sko að þessari offitu eða hvort sem kemur af sko feminisma sem við kallum stundum einhvern öfgafeminisma þú veist, öll þessi umræð er góð sko, þú veist, það er að segja sko út af því að hún kannski, ef maður nennir að fara í hann og hugsa, ef maður dæmir ekki alltaf bara allt, bara strax þetta mæti strax með skoðun bara. Já, það er fólk sem ég oft skammast yfir í útvarpinu og gert grína og eitthvað verið mót í skoðunum, að það skrifar oft sko samt einhverja status sem ég bara djöð er það fokkir rétt sko, það sé bara djöð, þetta er bara svo hárréttu punktur, þetta er það sko, síðan líka verður við að hugsa oft hvaðan kemur þessi umræða og hún kemur oft út af sko svona eitt atriði sem ég ræði bóki líka, það er þessi réttláta reiði og það er myndið eitt af, sko ég er aldrei eins erfiður og leiðilegur og þegar ég er í réttláta reiði
og ég sé þetta líka á strákunum mínum að sko þegar þeir hafa rétt til að vera reiðir og það er eitthvað klikkað, eins og þú til dæmis þú fékkst vitlausa pítsu sem þú sóttir í 20 og tók 20 myndir að sækja þú hefur rétt á að vera reiður og þá verður maður einhvern veginn meira reiður en ef maður sko heldur en ef maður er ekkert með endilega rétti fyrir að vera reiður og þetta er sko og það er svona ofta að sjá það sjónum með hjá fólki eins og þessu konur sem eru sko að stíga fram núna og eru brjálaðir yfir inn á þessu að það er ástæða fyrir að þær eru brjálaðir þær eru í réttláti reið og þær skrifast þetta verri hluti út að þær eru í réttláti reið þeim er ofbýður kerfið svo mikið og það er alveg sama með okkur sko. Þú veist, léleg dómgæsla sem okkur finnst ósangjörn og hún er bara augljóslega ósangjörn í fótboltaleik við verðum bara stjórnlega sko. Við verðum bara þetta í fokkin svindl og við verðum brjálæðir út af því að við förum í réttláta reiður því við vitum við höfum rétt á að vera reiður Þetta er ekki að punktur Má ég spyrja það eitt umræðefni ég er algjörlega að fara að skipta sko, mér langar að leifa þær að klára þetta Já, ég er búinn bara... mér finnst tvennt mjög áhugavert við fólk það er annarkvort ef það fer á sjóin eða fyrir neyslu og þú varst að tala um að þið varu neyslufélagar þú og Frosti getur þú sagt mér bara hversu djúpt það maður að fara til þess að skilgreina sig sem hafa verið í neyslu það fer í raun og bara svolítið mikið eftir andlegri líðan ég fer í meðferð 20 það er mjög snöggt já ég veit að það var bara ég var bara konað að stað bara að fara að drepa mig mér leið svo illa þetta var bara ég var bara algjör auðviki sjálfsvorkunin alveg að drepa mig mér fannst ég vera algjör gagslaus og bara algjör rævill og þá tekið ákvörðun eitthvað að fara í meðferð og væntanlega líka fannst að vera algjör auðviki en með eitthvað svona potential í draum eitthvað, af hverju er ég ekki að gera þetta það var það sem málum var það er það sem ég er að benda á náða með að þetta getur verið svo sársökafullt að þá náttúrulega fer niður í vítarhringin að bara djöðs auðming er ég sem ætla að gera þetta og ég er ekki að ná því og þá byrjar maður að brjóta sér meira niður það er sem fólk gerur oft þú veist að þegar það sér ég er ekki að ná þessu þá byrjar að brjóta sér meira niður það er svona þarf að byggja undir stóðuna að markmiðinu og hjá mér þú veist ég notaði minna eiturlyfum heldur en margir félagi mínir miklu minna það er ekki þetta að bera það er þetta að telja í tónnum líklega en úti ég fór svo snemmi meðferð en þetta er líka að vera alkoholisti það er ekki bara drinking problem it's a thinking problem og það er hvernig þú hugsar hlutinu hvernig þú ert alkoholisti í hegðuninni þú getur líka verið aðstandandi í hegðuninni skilju hvað ég meina og og margir eru bara aðstandendur og vinna síðan bara út frá því skilju mig hvernig bara og þá eru þeir ofta alkohólskir í hegðun þeir eiga maka árum eignarhalda á honum og þeir þú veist svona skilja ekki bara hvernig normal líf virkar eru afbrýðisamir þeir eru eitthvað svona óöryggi með hitt og þetta er svona einhver vitleysa sem er í gangi og ég náttúrulega var aðalega í kannabisi og amfetamíni og einhver svona dóti kókain var bara ekki komið til landsins sammagnið og það er núna það var bara þannig, ég man bara þegar ég bara fekk fyrsta kókain grammi í hendunar það var bara síðan var það aldrei notan eitt meir skiljum við, þú veist, og blessunulega þá var bara þetta bara algjörlega nýtt að nálinni, þú veist, þá er þetta bara svona dett inn og það er ekki talað um það sem bara mest ávanabindandi jú, það er bara viðbjóður og þú veist, gæjar sem eru unni með því þetta er svona eins og að verða ástfangin sem er ekki sem er ofmetin tilfinning að vera ástfangin sorry, ég segi það en þú veist þá þú veist þá að ég er svolítið þannig menn fá svona þrá ekki fyrir þessu að koma út, þú veist þetta er bara svo eignast nýja kærastu vil bara vera með henni 24 tíma, bara alltaf vera með henni alltaf í kringum hann að finna lyktina henni bara hvað það er kókaini bara svona virkar einhvern veginn þannig eins af fólk þetta er hreinasti viðbjóður og akkur leitar ekki þetta akkur leitar ekki þetta frekar en tunglyndislyfin eða Paxal eða hvað nú er þegar á sínum tíma ég er náttúrulega bara át af því að það bara það er ekki það hlutnir hefur bara orðið verri ef ég fara að nota þannig að það er alveg vitt fyrir því og þú ert alltaf búin í meðferðinni þá og allt þetta þú veist, ég er alveg vitt fyrir því þú veist, og það er aldrei neitt þú veist, þetta er vanlega að maður það bara fara að vinna meira í prógraminu sjálfu sér og svona, og það hefur reynst mér, þú veist, ég segi það bara ef átt satt að A-bókin er besta bókin sem hefur skrifið Já, þú ert virkur þar ég er virkur í A-samtökum og hefur þú hjálpað, þú veist, er það líka hluti af þessu, ég meina, þú veist, maður að hjálpa sjálfum sem með því að hjálpa öðrum og vera til staðar og það er þessi málið það er engin spurning um það, þú ert að gera það og það er sem er kannski beautyið í ef við tölum þú veist, ef lífið væri meiri svo aðsamtökin þá fólk væri bara meiri svo lífið í aðsamtökunum einhverju leiti, það sem er bara sjúklingasamtök gerir grein fyrir allt þetta fólk
helsíkt og búið að gera alls konar rugl og ógeðslega hluti, skiljum við. En sko, þar til dæmis, sko, ef ég hjálp einhverjum í aðsamtökunum, bara og fer með honum gegnum sporin og eyði með honum einhverjum 20 klukkutíma í það að gera viðkomandi, hjálpa viðkomandi að læra prógrami og vera edrú, þá get ég ekki labba neitt og sagt hérna og sagt eitthvað, herru, ég er búin að vera að hjálpa þessum gæja, ég er búin að vera að gera rosalega góða hluti fyrir þennan gæja, ég séu hvað ég er góðan á, ég er búin að vera að gera svona góða hluti, ég er búin að vera að gera svona góða, það gengur ekki upp, þú getur ekki gert það, sko. Þetta er bara þagnaskylda og með þegi við því hvað þeir hlutin er að gera, þeir gera í raun og veru, og það er merkilegt atriði í öllum trúarbrögðum, og því ég sagði nú, ég er búin að hafa gaman að lesa þeim, þá kemur þetta atriðin sem við erum að tala ef þú gerir góðverk á þess að segja frá því, þá ertu að gera góðverk fyrir sjálf þig, og þá líður þið vel í hjartanu, þarft ekki viðurkenninguna, þarft bara tilfinninguna að ég gera eitthvað gott, en ef þú ert að gera góðverk og segja öllum frá því, þá ert ekki að gera neitt góðverk nema bara fyrir eigið ego. Þú ert bara að berja upp eigið ego með að segja, sjáu þið hvað ég var að gera góða hluti. Hvaða fólk er þetta sem þú hittir í AA-samtökunum? Er þetta líka mikið til drengir eða kallmenn? Já, þetta og er þessi bók svona sem þú ert að skrifa, er hún einhver leið að tala til þessa hóps? Já, ég er náttúrulega að tala til einhvers þess hóps samt undir náttúrulega nafnleitinu og öllum þeim reglum sem gilda AA-samtökin, sem slík, sko. Og þetta eru leynisamtök og þetta er ekki, það er ekki mikið talað þetta dæmi, og á ekki að vera það, sko. En ef þú ert í neyslu, og heldur einhvern veginn að þú sé að fara að meika það á sama tíma að þú orðið 25 ára að nota kókaín, sko, þá er það misskilningur, sko. Að er ekki hægt að lifa bara í sátt og samlyndi við kókaín, eða? Það veit ég meina ekki, sko. Þú getur bara rétt, sko, að hugsa út í þetta, hvað þetta er ruglað, sko. Að við erum að fara að ákvaða tímapunkti, sko, voru við sköpuð eða urðum til eða hvernig sem er. Sko, við getum nota 5% af heilanum okkar og 95% eru hulin að einhverju leyti. Að við ætlum að nota hugbreytandi efni. Ákvaða tímapunkti eru hugbreytandi efni að fara að gera líf okkar eitthvað hamingsamara. Það bara gengur ekki upp. Nei. Og það er allavega formúla sem gengur ekki upp fyrir mér. Og þess vegna, sko, segi ég alveg bara, ég vona enginn sé að fara að nota mikið hugbreytandi efni. Það er bara best að sleppa þeim, sko. Já, ég tek nú alveg undir það, sko. Það er rosa fínt að sleppa þeim. Allavega, ég er búin að gera það í 25 ára og það verður oft erfitt. Skiljum mig, ég hef aldrei verið nálægt í að falla, mér hefur liðið það illa að það hefur verið betra fyrir mig að fá hugbreytandi efni, en ég er blessunlega ekki gert það, sko. Hvernig er að líða svona illa og fara bara í beina útsendingu í Harmageddon eða hvað nú er að fara? Það gerðist svo oft, sko, bara einu sinni, sko, þetta er allt og persónulegt viðtal, sko, einu sinni manni, sko, að ég held ég hef bara verið, sko, 5 mínútur fyrir útsendingu bara eitthvað grænjað út í bíl, sko. Já, og Frosti bara, mánu, við þurfum að fara inn að gera útastátt, sko, þú eru bara að fara, sko, þú eru að fara í AA-samtökin núna full, skiljum við, og að peppa mig upp, sko. Og það var komið alveg svona, þú veist, Frosti hefum ekkert verið rétt að fara lein með það, við hefum oft bara grátið í útsendingu og það er bara grátsekkum á milli útsendingar, sko. Það var komið momentum að manna eftir, sko, sem var bara, þú veist, grátið og síðan var bara farið, síðan bara mikrofónur upp, já, sko, þú veist, svona moment, sko. Þannig að, sko, þú veist, það er bara, þú veist, það er alltaf erfitt að vera manneskja og það er bara erfitt fyrir alla og en það er líka, það á að vera erfitt. Þú veist, það á ekki að vera auðvelt, þú veist, það væri ömurlegt. Þú ert að velja erfiðilegina? Já, þú veist, málið er, sko, sá sem er alin upp Ardansinu, bara, þetta er svona góð móndur, sko, ég hef sagt þetta, sko, sko, og bara á eina kærustu allt sitt líf, bara auðug fjölskylda, gerist aldrei neitt fyrir hann, aldrei neinn áföll, aldrei neinn vombrið, bara fer smúð í gegnum lífið. Þetta er leiðilegasta manneskja bara fyrirfinnst, bara veldinni. Við hvað allar ræðum viðkvæmdum, hvað allar þú að deila sigrum og sorgum með viðkomandi manneskju. Þú veist, þetta er ekki neitt. Sá sem hefur ekki upplifað myrkrið, hann verður ekkert fram að færa í ljósið, sko. Þetta sagði Paolo Coelho og Coelho, ég kann aldrei að bera nafnið hans fram. Já, alkemistinn. Já, stórkostlegir rithöfundur. Hann skrifaði þetta í frábæri bók sem að gátt, sko, og þá var hann að tala um þetta. Að þú verður að, sko, þú getur ekkit, sko, ef þú upplifir ekkit myrkur, þá hefur ekkit fram að færa í ljósið, sko. Þú veist, fólk sem fer til himnaríkis, ef það er til himnaríki, það er fólki sem fer þangað, það er ekki fólk sem hefur bara átt, bara náðut líf, allt sitt líf, sko. En ef einhver er bara á þeim stað, það er bara grátund út í bílnum áður en að fer heldur inn til vinnu eða þú veist, bara kóngarnir að núti sem eru bara að halda hjólunum gangandi þrátt fyrir hvað allt er erfitt og ömurlegt. Hvaða ráð eru til staðar fyrir þetta fólk?
Sko, það náttúrulega, eins og ég segi, það að fara í ferðalag með sjálfsvík, sko. Það eiga allir að fara í eitthvað andlegt ferðalag með sjálfsvík. Það tók langa tíma að koma Frosta í skilningu það að hann þyrfti að fara í andlegt ferðalag, sko. Það tók mjög langur, það var eiginlega ekki ég sem kom inn í hausun á honum. Þótt ég reyndi mikið og gaf honum mikið af bókum, hann gaf mér mikið af bókum trúleysi og ég gaf honum mikið af bókum með einhver svona sjálfshjálp og síðan var Jordan Peterson eini sem náði inn hjá honum. Það var kannski út í að hann var svo rokafullur á einhver leiti. Gefið þú honum Jordan Peterson Nei, ég gaf honum það ekki, sko. Hann fann það sjálfur. Ég var búin að gefa honum miklu betri bækur en það, sko. Miklu betri bækur en Jordan Peterson. Og þú veist, menn hafa svona, þú veist, ég er ekki Jordan Peterson aðdáandi. Mér finnst hann ekkit merkilegur, sko. Hann er ekki að segja mér neitt nýtt, sko. En það er hann líka oft bara að framsetning biblíunar og alls konar svona. Já, hann er þar einmitt, sko. En þú veist, góður í því, skilur við, og bara góður að vekja áhuga fólks á því. En þú veist, hann hefur líka alveg ótrúlega margt fram að færa, sem er ekkit slæmt, sko. En fólk horfir, eins og við tölum með maður, fólk horfir oft bara á neikvæða hlutin og er ekkit að horfa á jákvæða hlutin. Það voru margir jákvæða hlutir og ég held að hann hafi hjálpað gríðarlega mörgum. Skilja, hann er ekki spurning, hann opnaði eyru gríðarlega marga hjá mörgum sem voru ekki að hlusta. Og sumir fóru í lengra ferðalag en aðrir kannski bara stoppuð. Mér finnst alltaf, sko, mér finnst allir það þurfa allir að fara í eitthvað andlegt ferðalag með sjálfan sig, sko. Annars er ekkit, sko, þú veist, þetta er, sko, lífið er bara ferðalag og þú veist, og þetta er sko hæðir og lagðir í þessu og hérna og ég held að, sko, það sé raunverulega það sem, sko, bara allt þetta er, sko, þegar þú finnur eitthvað starf, þú að gangi vel á einhverju einu stað og bara fjölskyldan og allt hitt er rugli en þú ert að græða ekki eitthvað mikið peningum þá ertu ekki að halda balans í hamingjunni þú veist, það mun bitna á þér einhver stað þú munt kannski að halda, og þetta er oft þannig með alkohólista að þeir til dæmis eru bara, sko, keyra áfram og ég mæti alltaf til vinnu en fjölskyldan er kannski árið byggluð þetta er ekki það sem þú vilt, sko. Þú vilt ekki standa upp á dánabeðinu, það er enginn sem er á dánabeðinu sem segir eitthvað, sko, já, sko, við vorum kannski ekki hamingjusöm fjölskylda en við áttum skít nú á peningum en ég hef samt átt að vinna þess meira, það er enginn að fara að segja enginn, það er aldrei neitt sem sér eftir því, sko, hafa ekki unni nógu mikið á dánabeðinu. Þekkir hann Jóhann Inga Gunnarsson, hérna sálfræðing og fyrirvændi handbolta? Ég þekki náttúrulega til hans, en ég þekki hann ekki en ég hef lesið bækur eftir hann gaf út 2 bækur hann sagði, sko, hérna að hann langaði alltaf að fá á sko, í minningagreinni hvað hann var að fólk myndi segja Jóhann Ingi Gunnarsson, hann féll aldrei verk úr hendi að bara svona dygðin yfir því, að bara dugnaður klára málin og allt þetta og já, og síðan áttum að fjölskyldur náttúrulega líka og þú veist, það er einhvern veginn alltaf svona á hliðalínunni, sko. Já, einmitt, þú veist, þetta er ekki, sko, það nennir ekki þessu. Og þetta er algjör sturlun í rauninni, bara að hugur manns tekur mann þangað, maður er bara, einmitt, eins og þú nefndir, sko, alkohólustan en mætti alltaf til vinnu, sko. Að það sé bara, þú veist, hlutirnir, það má allt annað springa svo lengi sem maður mætti til vinnu. Það er þessi málið, þú veist, það er þessi, sko, þú veist, þetta sé lenska, sko, maður þurfa eitthvað að vera sérstaklega duglur, sko, ég er fokkin lattur, sko, ég bara er það, sko það er hérna, sko, ég er mjög góður sjálf á mig og svona, sko, en þú veist, en ég vil líka bara eiga hamingsamt líf, skiljum mig, þú veist, sko, ég vil græða minni peninga og vera hamingsamari heldur en að ég vil eiga óksla mikið pening, sko, og því ég veit alveg, það er alveg, ég er ekkert að fara að kaupa neina hamingi fyrir peninga og það er bara, það virkar ekkert þannig. Er það líka partur af því, bara þú varst að tala um að þú fækkaðir hérna tónlistamennir sem varst að umba fyrir og svona, var það einhverju leiti, þú veist, að þú vildi brúa mikið þarna? Nei, þú veist, það var, sko, og það er ekki ástæða til þess að eiga einnig neitt, sko, það er oft svona lenskan í, sko uppáhalds fyrirtæki mín á Íslandi, gegnum tíðinu, það verður bara verið einhver svona fjölskyldufyrirtæki, sko, en maður segir eitthvað svona, þú veist, það sem þú ert einhvern veginn, sko, þú þarft ekki alltaf að vera að stækka þig, skiljum mig, þú veist, þegar menn eru, sko, búa til eitthvað konsept. Já, það er sálinn deyr ekki. Sálinn deyr ekki og þú ert að gera þetta að einhverjum heilendum út í þetta í lífstarfið þitt og hefur eitthvað gaman að þessu eitthvað svona dæmi, að þú þurfir ekki alltaf að vera starri og starri. Þú veist, það er alltaf lenskan í öllu svona á Íslíku að ég þarf að vera starri og starri, síðan þurfum að fara til útlanda, síðan þurfum að gera þetta, ég þarf að vera, í staðan fyrir að hugsa bara, ég ætla bara að gera þetta, sinna þessu rosalega vel og síðan er ég bara að græða alveg nógu peningum og þá er ég bara hamingjusam með það sem ég er að gera. Í staðan fyrir að ég þarf alltaf að vera starri, ég þarf alltaf að vera frægari. Ég til dæmis einhverju tímabóti vildi ég vera fjölmiðlamaður sem var í sjónvarpi og öllu þessu dæmi, síðan prófaði ég að vera í sjónvarpi, mér finnst það bara fokkin leðilegt, sko. Þú veist, ég ger hennar fótbolta, þú veist, mér finnst það gaman út, ég er bara mikil áhuga maður fótbolta og svona, en sko, en það var bara ekkert miðill sem ég nefndi eitthvað sérstaklega. Þú veist, ég nefndi ekkert, sko, að vera með börnin mín eitthvað og fólk eitthvað að tala við mig þegar ég er með börnin mín í kringlunni eitthvað og ég var sjónvarpsstjarna, sko. Það er svona svo mikið beauty að vera bara útastjarna. Fyrstu auglýsingar sem við gerum með Harmageddon er ekki eins og með face marketing. Þú veist, það er bara, þú veist, það eru grímur.
Já, þeir eru með þetta plastgrímurnar. Já, við erum með Lenin og Hitler sko, sem náttúrulega mjög kontroversial, byrjaði þar sko, og síðan vorum við náttúrulega með þetta gasgrímurnar sem eiginlega frægast í pósterun okkar sko. En voruð ekki einhvern tíma með svona hest eða hesthöfuð? Nei, við vorum ekki með hesthöfuð sko. Það var einhver dýr? Nei, aldrei neinn dýr sko. Það líta kannski út þessu dýr þessir menn sko. Þessir slæmu menn sko. En gasgrímurnar, ég man ekki. Gasgrímurnar voru þekkt dæmi og prestadæmi var náttúrulega mjög þekkt sko. Það fór mikið fyrir brjósta fólki sko. Okkur varst þetta mjög fyndið sko. Þetta sem ég er að tala og sem bara gæðin sem er að gera grína þjóðkirkjunni og heldur á haglabissu og þetta er markþjálfi. Já, einmitt, en málið, það má alveg vera alls konar. Sjálfsögðu, ég er bara að segja skemmtileg kontrast. Já, ég hef verið nóga kontrastum. Ég man alltaf að menn hafa haft mjög gaman að því hvað ég sé svona mikil kontrasta gæði, sko. En það er bara, ég vil leila bara, sko, æfisagan hjá afa minni hét, ég hef lifað mér til gamans og og ég held að, sko, að það sé svona gott mission. Algjörlega. Skiljum mig, að þegar það kemur að endalokum hjá manni, að þá sitjum maður sko á dánabeðinu og er bara eitthvað, ég er búin að hafa gaman að þessu ferðalagi. Það er eina sko markmiði hjá okkur öllum sko, og þá er maður líka, en líka maður var að hugsa það, maður er bara, við eigum bara þetta líf og það er svona á ekki vera að eyða tímanu sínum í að vera eitthvað að vorkenna sér, vera hugbreytandi efni og vera bara einhverju aumingi sko. Og það ætlar enginn þér að vera aumingi. Það er enginn lífinu sem ætlaði það. Og það er alveg sama hvernig aðstæðum þú kemur úr og hvað gerist. Þegar þú ert bara búin að læra sjálfur, þú ert orðin fullorðin, þá ert þú bara ábyrgur fyrir því hvað þú ætlar að gera með lífið þitt. Og það eru öll vopn til staðar til þess að ná einhverjum árangri. Þetta eru geggjuð lokaorð, Máni. Ég ætla að fá að hvar getum við fundið nýju bókina, ég ætla bara að fá að forréttnast það bara hvað, ég meina, þú ert hættur, þú ætlar ekki, ég vissi ekki að vera alveg búin að segja skilið við X-ið og allt það. Ég er búin að segja alveg skilið við X. En ég er ekki að fara að krefja eitthvað hvað er næst eða hvað svoleiðis, en ég meina, hvar finnum maður bókina eða þín verk núna? Bókin kemur út 25. nóvember og hún er komin í forsölu núna á Kronika og bara hjá mér fyrir þá sem vilja kaupa eintak, en síðan síðan er ég nú að gera einhver verkefni niðri á sín en þá og hef bara gaman þeim, er eitthvað svona að prófa mig áfram með þetta bara svona sjá hvað ég finn taktin í þessu bara Þórhallur verið mjög liðlegu með það bara að segja mér að finna taktin og síðan veit maður ekki, ég veit ekki hvað við frostið, hann fór til Portugal núna í mánuð og var að koma heim sko og þetta var mjög erfiðu tími. Þessi mánuður var mjög furðulegur og kannski líka fyrir okkur báða sko, því við heyrðumst aðeins í gær með þetta sko, að hann var kannski svolítið furðulegur út í að við vorum farnir í frí og við höfum oft farið í frí alveg, sko, í 5-6 vikur eða eitthvað, en þá vorum við alltaf að koma aftur og við sem alltaf myndum hittast á þessum tíma, en nú vorum við alltaf konar á þann stað sko, við vorum bara ekki að fara að hittast. Þið eru svona miklu týpur. Já, þetta var alveg smá, sko, þetta var alveg bara svona smá erfitt fyrir okkur báða, hvað er við að fara að gera? Þetta verður eitthvað algjörlega grillað sko. En síðan þannig að maður veit ekkit sko hvað er sko, það er náttúrulega búið að vera alveg því líkar beðnir það að hleypa þessum þætti aftur á staði í einhverju formi sko, en við erum ekki komin þangað ennþá. Geti einhver svona fransæsað Harmageddon? Getur þið ráðið einhverja 2 einstaklingar til þess að taka? Nei, það verður bara Harmageddon Máni Frosti. Það verður ekkit sko neitt annað sko. Við eigum ennþá þetta vörumerki sem við þetta tekið úr biblíunni, Harmageddon. Við læsensuðu biblíuna. Við læsensuðu þetta orð í biblíunni sko, og mönnum fannst þetta mjög merkilt, þessi vissu sko sögunar sko, endalok heimsins. Sko, þeim fannst þetta náttúrulega mjög merkilegt sko. Þegar við byrjuðum með þetta nafn þá vorum við svona hver ekki sko. Og síðan fannst okkur þetta bara brjálæðislega fyndið og síðan var þetta náttúrulega bara, það er bara eins og bara nafn á hljómsveit. Þetta verður síðan bara eitthvað það sem þetta verður sko, hjá mörgu kynslóðum þá verður Harmageddon bara þegar heyri Harmageddon þegar heyri Untouchable stefið þú veist hefur það alltaf verið? Það hefur alltaf verið sko, við notum það, ég og Frosti sko, ástæðan fyrir að það er valið er að við notum það við notum það í kostningavídeó þegar við vorum að bjóða okkur fram í ritstjórn í fjölbrautaskólanum í Garðabæ þegar við erum bara way back 16-17 ára gamlir sko, að þá gerum við vídeo þar sem við notum þetta lag skiljum við og síðan sko er það bara komið inn í útastáttin okkar sko 20 ára síðar þannig að þetta er þannig að við sko ég veit ekki hvað tekum við síðan bara er maður að svona eitthvað aðeins að vesenast með markþjálfur og síðan maður að umba þú veist og halda tónleikaviðburði og eitthvað svona dótri og það er náttúrulega er bara mjög skemmtilegt og það er alltaf mikið að gera í því sko. Alltaf mikið vesen? Það er alltaf mikið vesen og síðan veit ég kannski að ég einhvern mann eftir að skrifa alvöru bók
Já. skilur mig, þú veist ekki það að þetta sé ekki alvöru bók en einhvern veginn kannski, þú veist, draumurinn er kannski einhvern veginn að maður verði svona alvöru Já. ég var auðvitað að gefa barnabækur, það var svona næsta skrifa næsta ári, Einmitt. þú veist Starta með young maður. já, nema, sko, þegar ég sendi ritstjóranum hérna, útgefandunum mínum handriti, sko, þá sem sko, þetta gæti orðið mjög kontroversial í barnabók, sko, en sko hérna, þetta er mjög svartur húmor í barnabók, sko, Já, einmitt. og hérna, en mér en þannig að ég áttur að vinna í henni með það, sko. Bönnuðin og 12 ára þessi barnabók. Nei, alls ekki, sko, þú veist, ég held, sko, börn mun aldrei fatta brandarann, skiljum, en fullorðnir munu fatta og þetta er ekki dónabrandari, sko, þetta er bara svona brandari sem er kannski einhver getur orðið mótari. Já, bara krefst smá þroska og smá reynslu á lífinu til þess að skilja. Þannig að þú veist, maður veit ekki, ég ger eitthvað, þú veist, ég er mjög spenntur fyrir framhaldinu, svo ég segi bara alveg svo ég bara, þú veist. Kæðið maður, gott að vera að fara inn í þetta með þá tilfinningu, sko. Já. Fyrir heldur en ekki. Já, þetta var náttúrulega smá kvíða valdandi að vera hættur að það er bara eðlilegt, sko. Já, segjum það. Eftir 14 ár. Eftir 14 ár, herru, síðan alltaf er oft hægt að enda og segja eitthvað, hvar finnum maður á samfélagsmiðlum, en vonum við ekki bara að við finnum þig ekki á samfélagsmiðlum? Jú, ég er á Twitter ennþá og ég er á Instagram, ég er alltaf að fara meira á Instagram, sko, en þú veist, ég bara get ekki þetta dæmið þannig að tala myndaðurinn. Nei, ég skil það nú alveg. Ég man að Hjörvar Hafleða sem frændi minn sagði og ég sagði við Hjörvar og þegar ég svona hefur rosa gaman af stuðafólk hefur alveg ótrúlega gaman að því einhvern veginn og stundum er ég bara, þú veist, það var svona menn með mér í aðsamtökur og stundum sendt mér skilabóð og Máni, ertu ekki góður? Og þeir halda ekki sé einhverju pyrrjuskapi þegar ég er heimið á mér í hlátuskasti yfir einhverju sem ég var að skrifa á neti, sko, og þegar það sem ég er að stuða fólk, sko og hérna, sem ég ger alveg svona vísviljandi og hérna, sko, og málið er hérna, að ég bara getur bara að segja við Hjörvar frændi minn, akkur fer þú svona miklu fleira á Twitter heldur en ég þá sagði hann, sko, það er nú líklega út af því að þú, sko, tekur alltaf upp á því að móðga bara alla, sko, með einhver einni fæsla alltaf reglulega, sko. Þannig að, sko, þú veist, mér finnst samfélagsmiðlar og þá finnst mér ég vera fyndin, en er það kannski ekki. Og hérna, síðan er maður náttúrulega, sko, já, það er í raun og veru, þar er ég á samfélagsmiðlum, en ég er ekki duglegur á samfélagsmiðlum og ég efast alveg að ég verði það. Nei, ég held að ég svona mér langar ekki, ég oft nota þessa setningu á samfélagsmiðla það sem samfélagsmiðlar hafa kent okkur er að fólk sem við heldum að vera gott fólk er raun og vera hálfvitur. Já, never meet your heroes. Já, það er mitt svolítið mál, never meet your heroes. Það er hræðilegur sannleikur. Nei, ég fíl þetta ekki, þú veist, þá valdur við vitleisa hetju og vilt ekki hitta hana, sko. Já, en ég, sko, þú veist, það er náttúrulega mál, þú hefur oft einhverja hetjur og síðan kemstu bara að herrbyttu, þetta er bara ekki góð manneskja. Skiljum, og það er náttúrulega verður verið ákveðin vombrið, skiljum, það verður það alltaf bara, og veist, en hérna en ég held að maður hefur nú alltaf gaman að hetja mín í Lucas Radebe, ég segi alltaf að Lucas Radebe sé eina hetjunum mínum, mér langar rosalega mikið til að hitta hann, sko. Maður þarf að velja sér bara eitthvað Jóta eða eitthvað svona sem maður hittir aldrei, sko. Já, það er bara fínt. Það er góðum, Jóta var líka mjög mikill pælari, sko. Já. Þannig að Jóta, við veljum bara Jóta sem hetjunum. Áfram Jóta. Herðu, Máni Pétursson, geggja að spjalla við þig og hérna til hamingju með bókina og gangið vel með framhaldið.